í hópnum. Var aðeins að fylgjast með uppbytunum, mér finnst og eins í viðtölunum, mér finnst, þú veist, allar vera, þú veist, að fara sömu leiðina. Þú veist, en svo bara spurning hvernig við komum inn á það eftir. En mér finnst bara almálið, að sjálfsög, ég alltaf bjartsýn á að vinnum, sko. Ekki spurning. Þannig að þetta bara, þú veist, mér finnst bara að skipta svo miklu máli við komum bara með, þú veist, fullar af eldmóð. Já, ég held að við fengum náttúrulega svona pínu pröfukeyslu þarna á laugardaginn og ég held að allan að skrekkurinn ætti að vera farin úr okkur núna og stelpurnar virðast átta sinna pínlítið meira á því að við erum betri heldur en þær héldu á laugardaginn. Þannig að ég held að með því að byrja sterkt þá held ég að við verðum geggjaðir í dag. Ekki spurning. Hvað eru þeir að hugsa núna? Við sjáum þeir eru hérna í hring og er eitthvað að gera sig í gang. Hvað er að fara í gegnum hugan á leikmönnum 3 mínútur fyrir leik? Það er bara power, sko. Það er bara, þú veist, það er nóg fyrir mig bara að vera hér, sko. Ég er bara með gæsahúð og bara, þú veist, ef maður er ekki þar, þá er erfitt að mótivera mann, sko. Já, það er bara fiðringur og spenna og bara, já. Maður halda spennustöðinu rétt, sko. Sjáum hérna vera að koma inn og sjá við Helenu með 70. landsleikurinn í dag. Hversu lengi verður hún í þessu? Hversu marga landsleiki mun hún spila? Það veit það ekki, eins og þú segir. Ég meina, hún er búin að vera í þessu síðan 2002. Hún er búin að spila 70 landsleiki á 16 árum. Og hún byrjaði 14 ára í landsliðinu. Já. En þetta er samt ekkert margir leikir yfir tímabilið, yfir þessi 16 ár. Málið er, sko, það byrjaði náttúrulega þannig að það voru mjög fáir alltaf á hverju ári. Svo er búið að auka svo mikið undanfarin ár, kannski svona 7-8 ár. Þá er alltaf verið með fleiri og fleiri leikir. Þannig að þú veist að hún kemur ekkert óvart, hún færi upp í, þú veist, 90, sko. Já, ég meina... Hún á að setja 100, sko, hún á að setja það á markmiðið. Já, er það ekki? Jó, ekki spurning. Ef við ekki bara setja það á gröf á hana? Já. Já. Þetta...
Já, þá þetta allt að fara af stað. Haukur Harðarson ætlar að lýsa leiknum. Við gefum boltan á hann. Takk fyrir það, Kristjana, Guðbjörg og Pálína. Vonumst svo innilega eftir því að þetta verði hörku leikur. Það góður andi yfir leikunum íslenska-liðsins. Það alveg rétt. Það sést í upphitun að einbeitingin upp á 10. Það skínur andlitsmynd leikmanna. Andstæðingurinn lið Bosníu, sjáum hér númer 10, Maricu Gajic, sem að fór afskaplega illa með íslenska liðið í 30 stiga sigri Bosníu úti í Bosníu og Herzegovínu 97-67. Þar var Gajic með 31 stig og 16 fráköst, þar af 7 sóknarfráköst, eða 2 minna en allt íslenska liðið í sóknarfráköstunum. Helena Sverrisdóttir var náttúrulega allt í öllu í liði Íslands, skoraði 32 af 67 stigum Íslands úti í Bosníu og Herzegovínu. Og sækjum inn og þá þetta með hittur í shotgunni og Philip þar að rúlla. Passa ykkur að vera opposite. Byrjum þetta. Já, þið verðið að vera opposite. Ef það lendir, skiptið þið bara þegar stikkar liðið fyrir. Ok, tala bara saman, ákveðna. Ívar fer yfir síðustu kerfin og skerpur á hlutum leikmannhópur Íslands í þessum leik. Það þannig skipaður að þarna eru Bríet Sif Hinriksdóttir úr Stjörnunni, Unnur Tara Jónsdóttir úr KR, Elena Sverrisdóttir úr Val, Hildur Björk Kjartansdóttir úr Celta de Vigo á Spáni, Hallveig Jónsdóttir úr Val, Embla Kristínadóttir úr Keflavík, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir úr Skjallagrími, Gunnhildur Gunnarsdóttir úr Snæfelli, Þóra Kristín Jónsdóttir úr Haugum, Berglind Gunnarsdóttir frá Snæfelli, Sólilja Bjarnadóttir úr Breiðabliki og Guðbjörg Sverrisdóttir úr Val. Dómarnir komið frá Danmörku, Pólandi og Bretlandi og það allt til reiðu í Laugardalshöllinni. Það ennþá fólk að tínast í höllina. Síðasta leikur Íslands í þessar undankeppni. Við hefum tapað öllum 5 leikjum sínum til þessa. Hvað gerist í höllinni í kvöld? Ísland vinnur að margstækasti uppkastið. Unnur Tara tók við góðu uppkasti frá Hildi. Það var Þóra Kristín. Áttu erfitt uppdráttur í síðastleik með 6 tapa á bolta. Hún segist vera búin að fara yfir það sem fór úrskeiðis frá og er fín fyrsta sókn íslenska liðsins. Gunnhildur Gunnarsdóttir fór þarna ákveðin upp á körfunni og næri 2 vítaskot
og villu á Ramanovic. Berglind, systir hennar, var í byrjunarliði móti Slóvakíu. Hún fer á bekkinn. Hér í stað Unnar Töru. Gunnhildur nær ekki að setja niður fyrra skotið, en getur ennþá skorað fyrsta stigið í þessum leik. Gunnhildur eftir það sem miður fór í fyrra skotinu og setur þetta niður. Þá kemur leikstjórnandi Bosníu, Irena Vrancic. Hún á Gajic, strax komin í góða stöðu en nær ekki að setja skotið niður. Það eru góða fréttir fyrir Ísland ef hún ætlar að vera köld hérna allavega í byrjun leiks. Helena inn á Unni Töru, vel spilað hjá íslenska liðinu og Hildur Björk Kjartansdóttir skora eftir virkilega góða sókn. Allt annað að sjá sóknarleik Íslands strax hér. Fyrstu 50 sekúndur í þessum leik með svona heildarbraginn á leiknum gegn Slóvakíu. Það fór aðeins svo mikið í gegnum Helenu. Nú fær boltinn að ganga miklu betur og vörnin stendur pliktina hérna. Gajic, góða sendingu á Ramanovic. Það er brotið á henni og Þóra Kristín Jónsdóttir sem að gerði það. Fyrir Irma Ramanovic. Miðherji á vítalínuna. Fyrir skotið fer á hringnum og upp úr. Eins og Gunnhildur setur skotið niður á Þóra Kristín. Þóra Kristín frábær leikstjórnandi og þetta gerur hún vel. Hildi Björgu. Hildur en á Unni Töru og Unnur Tara inn í tegnum og nær ekki að setja skotið niður. Alltaf kraftur sem fylgir Unni Töru. Fór í læknanám til Ungverjalands í mörg ár. Og þetta er skref á Deora. Unnur Tara á frábært tímabil með KR Spútnik-liði úrvalsdeildarinnar nýliðarnir í toppbaráttunni í dómarúrvalsdeildinni. Frábær vörn þarna hjá Gunnhildi. Og Þóra fær góða hindrun frá Gunnhildi og það opnast fullt af möguleikum en þarna varði Gajic skotið frá Unni Töru með tilþrifum. Íslenska liðið fór ekki alveg nógu vel með frábæra stöðu sem myndaðist við þetta skrín eða þessa hindrun frá Gunnhildi. Alvöru hindrun á Gunnhildur. Gunnhildur á Helenu. Helena frábæran bolta inn á Hildi Björgu og þetta gera það stöllur vel. Hildur setti upp hindrunina, byrjaði kerfið og Helena með silkimjúka sendingu inn í teginn og þar er Hildur Björk Kjartansdóttir best. Deora skot sem gefur, Helena með frákastið. Helena er búin að spila glimrandi vel hérna þrátt fyrir að vera ekki búin að skora. Það er rauninni bara fínar fréttir fyrir Ísland að Helena sé ekkert endilega skora ef að liðið er að setja stig á hana borða. Hildur Björk Kjartansdóttir, hún er í miklum ham. 7-1 byrjun Íslands og Goran Lojó, þjálfari Bosníu og Hercegovinu, tekur leikhlé. Hann er búin að hafa nóg í bili eftir 2 mínútur og 20 sekundur, 6 stiga munur. Nema nervoze, 3 puta koraci ne sviraj. Ajmo igrati, ajmo igrati. Ajde. Pritiska nema, ovdje preuzimamo sve. Znači na ovim pikom. Utrčavaju nam dole, znači bez bloka, bez rola, utrčavaju dole. Daje sa strane i pomoć ako ovdje lopta moramo to dole načkivati. I radi onda ono što smo objašnjavali sa čovjecom. Pivotiraju, pa dižu stajnu nogu, to je glavni završetak. Ali moramo biti agresivniji, nemamo uopšte agresivnost. Hajde, moramo... Já, þjálfari gestanna ekkert sérstaklega kátur. Hildur Björk hefur oft verið betri en hún var á móti Slóvakíu fyrir helgi. Skoraði hún 8 stig. Eða á laugardaginn, ekkert fyrir helgi, bara á laugardaginn. Í leiknum gegn Slóvakíu var Hildur Björk með 8 stig. Nú er hún komið með 6 á innan við 3 mínútum.
Önnur villan á Þóru Kristínu. Nú komið báðar villur Íslands í leiknum. Gæti þurft að fara á bekkinn fljótlega. Gajic, hún ennþá stigalaus. Það enda íslenska liðið að spila frábæra vörn á hana, sérstaklega Gajic allt í öllu í leiknum úti í Bosníu á Helena. Helena með geggjaða sendingu. Þetta verður hún klára! Þóra Kristín Jónsdóttir með hrikalega fallega körfu. Þvílík sending frá Helenu og sirkus afgreiðsla frá Þóru. Þarna Þóra aðeins að fljóta á sig. Gunnhildur bað vissulega sendinguna. Kannski áttaði ekki á sig að Gajic væri þarna fyrir framan hana. Svo sjá þessa frábæru körfu aftur. Nú Helena að dæla stóðsendingum á liðsfélagana en þarna slapp Deora inn í teginn og nær í körfu og vill ekki lagar stöðuna aðeins fyrir Bosníu. Deora setur skotið niður. Munurinn þá, munurinn í 5 stig. Helena á Þóru. Þóra á Unni. Þóra Kristín var svolítið mikið að taka upp boltan úr dribblinu en hún er að spila miklu betur núna í kvöld og Helena þá kom með fyrstu stigin sín eftir frábæra sendingu frá Þóru. Þóra svaraði þarna fyrir sendingunum sem Helena, hennar fyrrverandi liðsfélagi úr Haukum. Þannig eru þær Íslandsmeistarar á síðasta leiktíð með Haukunum en þetta gerði Gajic vel. Hún er þá komin á blað. Þarna svínvirkaði vörninni á Bosníu. 8 sekúndur dæmdar. Liðið verða að vera 8 sekúndur eða minna að koma boltanum fram yfir miðlínu vallarins. Það tókst ekki á Íslandi í þetta skiptið og Bosníu fær til boltan. Þóra Kristín kemur þá út af. Berglind Gunnarsdóttir komur inn á. Hún er að stilla hér skottklukkuna dómarinn. 12 sekúndur, rétt skal vera rétt. 6 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Ísland 5 stigum yfir. Nórar Gunnarsdætur báðar úr Stykkishólminum inn á vellinum. Og Helena næstu upp á stela boltanum. Varið skot og skotklukka sama tíma. Það er tvöföld leiðindi fyrir Bosníu og Unnur Tara. Ná Helena, Helena fyrir skotið. Það er aðeins svo langt og fer að hringnum Gajic. Tekur frákasti. Þetta er þarna tvígripli en frábær vörn hjá íslenska liðinu. Þetta er villa á Deora. Þannig að þetta gengur alltaf óskum hjá íslenska liðinu hingað til. Ísland með 4 liðsvillur. Það er bara fínt aðeins að láta finna fyrir sér. Þrefald skipting hjá Bosníu-Hersegóvínu. Lojó þjálfari augljóslega ekkert sérstaklega ánægður með það sem að byrjunarliðið hans var að gera. Hildur Björg að spila með Celta de Vigo út á Spáni í atvinnumennskunni. Helena með frábæra sendingu, þvílík sending frá Helenu Sverrisdóttur. Og Hildur Björg á hárréttum stað afgreiðir þetta á hætti hússins. Helena Sverrisdóttir er algjörlega að fara á kostum hérna. Og Hildur Björg líka. Og með 8 stig, Hildur Björg á 5 mínútum. Hildur íhuga að taka skotið þarna. Tryggastæðarskot ekki hennar sterkasta lið á Gunnhildur. Á Unni. 9 sekúndar á skotklukkunni. Unnur Berglindi. Berglind getur skotið. Og
þarf að fara að gera það. Helena verður að taka skotið. Fer í flautukörfu og setur hún niður. Helena í ham. Þvílík frammistaða hjá fyrirliðanum. Hún spilaði eins og engill. Þessi nákvæmlega hvað hann var að gera þarna. Það skotið beint fram og hringi frá Bosníu. Kapor með langt tveggjastæðarskot. Gunnhildur á unni töru. Þetta með því betra sem við séð íslenska kvennalandsliðið spila á síðustu árum. Þessi fyrsti leikluti. Og hér æði Gunnhildur í gegn. 17-6. 11 stiga munur. 11 stiga munur. Þegar að rétt rúmlega, eða tæplega 4 mínútur eftir að fyrsta leikluta. Ívar kallað þá Sigrúnu Sjöfn Ámundadóttur á vettvang. Unnur Tara. Kemur út af Unnur Tara Jónsdóttir á mjög fínar fyrstu 6 mínútur. Ótrúlegar tölur í Laugardalshöllinni, en körfuboltaleikur eru 4 leiklutar. Það þarf að hafa einbeitingu og kraft fyrir þá alla. Það er alltaf stóra hluta. Það er loksins niður skot hjá Bosníu. Það er með afleita skotnýtingu hingað til Subats að laga stöðuna. Minnka muninn í 9 stig. Sigrún Sjöfn. Gunnhildur á Hildi. Hildur fyrir skotið. Og aðeins mikill kraftur í þessu Hildi Björgu. Já, kemur hröðsókn á móti frá Bosníu. En það er bara rauðningur. Frábær varnarleikur. Hildur Björg Kjartansdóttir gerir þetta vel. Og kemur einn af ljósustu punktunum úr leiknum gegn Slóvakíu á laugardaginn inn á Bríet Sif Hinriksdóttir. Það núna í sínum öðrum landsleik. Var að spila fyrsta landsleikin sinn á laugardaginn. Sigrún aftur á Helenu. Helena kemur sér fram fyrir Delic og gerir þetta virkilega smekklega. En skotur fyrir ekki niður og Hildur Björg nálægt í að hirða frákastið. En þetta var freistandi fyrir Berglindar að stela boltanum. Það riðlast aðeins varnarleikur þá í kjölfarið, en hún tekur þá villuna á sig. Bríet Sif sem að færa þessa villu. Og við það dettur lið Bosníu í skotrétt. Þetta var 5. liðsvilla íslenska liðsins. Fyrsta villan á Bríeti. Og Babic á línunni. Það fer ekki niður. Bosnía verið að ströggla á vítalínunni. Sveitarskotið fer ekki heldur ofan í. Við fögnum því. Aftur er Helena að með pílu sendingar á Hildi Björgu. Og það er Hildur Björg sem nýtur góðs að þessari sendingar snild Helenu. Og hún er komin með 10 stig. Hildur Björg alltaf á réttum stað. Mjög einbeitt. Helena þá með frákast. Sendingun á Bríet. Bríet róar það aðeins niður. Finnur Sigrúnu Sjöfn. Helena. Sigrún á Bríeti. Bríet í 3 stiga skotið og þetta var nálægt að fara niður. En frákastið í höndunum á Zebo. Það á Babic fyrir Bosníu. Hún aftur á Zebo. Bríet dæmd brotlega og þá fær Bosnía 2 vítaskot til viðbútar. Bríet Sif strax komið með 2 villur á stuttum tíma. Það var ekki mikið í þessu, en dómararnir vissi sín sök. Tíu stiga munur. 2 mínútur eftir fyrsta leikulta. Zebo. Sem skotið líka niður. Bosnía verður að vinna þann leik til að komast í annars sæti riðilsins og
þar með fá sæti á EM. Sigrún Bríet keyrir inn tegin, vel gert hjá Bríeti og þetta er ofan í. Bríet Sif Hinriksdóttir heldur áfram það sem frá var horfið úr síðasta leik. Algjörlega óhrædd. 21 stig frá Íslandi í fyrsta leikluta á móti firnasterku liði Bosníu. Helena spilar líka firna góða vörn. Hún er algjörlega búin að eiga frammistöðu upp á 10. Helena Sverrisdóttir, Huldu Björg og hún segir 2 vítaskot. Aftur eftir sendingu frá Helenu. Það er að ná einstaklega vel saman Helena Sverrisdóttir og Huldu Björg hér í Laugardalsvelli í kvöld. Þá tekur Ívar Ásgrímsson leikhlé 1 mínúta og 80 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Ísland 11 stigum yfir. Hildur Björg Kjartansdóttir er á leiðin á vítalínuna. Embla og Bríet verið báðir hér. Þannig að við séum ekki vandræði með að setja boltan komunum inn. Byrjiði fyrir ofan vítalínun, ekki byrja fyrir neðan. Við viljum ekki fá boltan nálægt hérna endanum. Þannig að þau byrjiði herra, Bríuger ef hann fyrir hérna skoti hérna. Svo er þið með Sigrúnu til þess að gefa á hana, þú er með stóra mann. Þú getur alltaf driblaðu, náðu svo í boltan og sitju. Takið næstu sókn, takið í hérna einn og fáið í Hildu og Lópós. Þannig gefið á Hildi. Já. Ok? Já. Hei, fít þetta, við erum að keyra á þær. Við vissum þetta, þær eru seinna tilbaka. Já. Þannig að leiðum við fáum boltan og keyrum við. Fáum við hraðar upp og sitjum við bara upp. Ok? 21-10. Það er 1 mínúta og 80 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Hildur Björg með 10 stig. Helena 4 Guðmundur með 3. Þóra Kristín og Bríet bætt við 2 stigum hvor. Hildur getur þá skora stig nr. 11 og 12 fyrir sér. Komið Íslandi 13 stigum yfir og hún setur bæði skoti niður. Og það fyrra fyrir rétta leið. Krókaleið, en gefur alveg mikið. Setna þetta framan á hringinn á gulklæddir gæstirnir. Delic fyrir á Bríeti og alla leiðið upp á körfunni og næra setja niður þetta sniðskot. Vantaði aðeins upp á hjálpavörnum hjá íslenska liðinu þarna. Það var Embla Kristínardóttir, leikmaður Keflavíkur, komin inn á og stýrir leik íslenska liðsins. Helena Sverrisdóttir fær þá kærkomna hvíld á bekknum. Og Ísland er þá líka komið í skotrétt, þannig að Embla fær 2 vítaskot. Það var 5. liðsfyllan á Bosníu. En vítaskotin ekki að falla með okkur þessa stundina. Aðeins 1 af síðustu 3 fara niður. Það þarf Embla bara að stilla miðið og smella þessu ofan í sem hún nú gerir. Það var Delic. Debo aftur á Delic. Frábær vörn hjá Emblu, hún er ekki þekkt fyrir annað. Frábær varnarmaður Embla Kristínardóttir. Sama Goran Lojó er stressaður. Hann bjóst ekki við þessu. Bjóst við að koma hingað til Reykjavíkur og sækja auðvitað sigur og koma sér á þetta Evrópumót. En það verður augljóslega ekki auðvelt. Ekki í kvöld. Þetta smellur framan á hringnum að Embla er dæmt brotlega þarna. Var lítið í þessu frákastabarn og var að reyna að stíga hana út úr Embla Kristínardóttir og fær 22 vítaskot. Þetta er eins hræjódurt og það verður. En Delic þarf að setja skotið niður. Gæti ekki verið öruggari í fyrra skotinu. Bosnískir áhorfendur í stúkunni líka stressaðir. Hildur rífur frákastinu.
30 sekúndur, nú þarf að koma fram með miðju og þetta er Villa. Hún teygði sig þarna í átt á boltanum og réttilega dæmd Villa. Þetta var fínt fyrir íslenska liðið og tækifæri á 2 auðveldum stigum. Engin spurning um þetta. Og þetta var 3. villan á Delic sem er ekki gott fyrir Bosníu. Hún er komin í bullandi villavandræði hérna í fyrsta leikluta. Embla. Embla alltaf með nokkuð ábyrgandi vítaskotsstíl þar sem hún stendur ekki til móts við körfuna. Þetta er svona á ská. Þetta er eitthvað sem hún hefur þróað með sér. Setur seinna skotið niður. Gajic ennþá bara með 2 stig og með 40 framlagspunkta í leiknum í Bosníu. Babic og Gajic. Gajic, það er ekki að setja þannig þrist niður og þá 15 sekúndur eftir á fyrsta leikluta. Embla. Það væri frábært að enda hana fyrsta leikluta á körfi hér. Embla á Sigrúnu. Sigrún grítur sem teig á Hildi og frábær sending, frábær afgreiðsla. Hildur Björk Kjartansdóttir búin að eiga fullkominn stórleik hérna í fyrsta leikluta. 13 stig frá Hildi. Hvar endar þetta? 13 stiga munur líka á liðanum og skulum heyra hljóðið í íslensku herbúðunum. Út af fjarkanum. Ef Helena kom upp með boltan, getur þú spila hvað sem er 5 eða 4, þá ertu bara með boltan. Þannig að hérna, þá er hann í fjarkanum. Þannig að hún byrjar þá bara, ef hún tekur 5 hér, þá byrjar þið bara hinum megin ef hún er með boltan. Saman ef hún er með 4, þá fer ásinn að setja pikki Embla. Reynd að taka boltan eins mikið upp á getur, þannig að hún fái kvílt í því. Ok, hei, vörðin er góð. Lokið hérna, stórleikurinn var að hinir skjóta. Hinir skjóta ekki. Já, þannig að ef að stóri skrýnur mig í stafgjöf, þá verður hinn að fara út. Já, við skiptum. Þið verður bara að tala saman í því. Við viljum þess bara að halda tíðinni alveg. Já, þeir eru bara að skrýna mig hérna og hún poppa bara út. Ekki missa menn inn hjá ykkur. Undir þig, pikkið þar, þrýpikk niður. Ok, koma. Koma. 26-13. Þetta skot gefur til kynna flest gengi upp hjá íslenska liðinu í þessum leikengi til 26-13. Frábær karfa líka hjá Bríeti Sif. Kristinn Denise McCarthy eins og alltaf í stúkunni í Íslands landsliðsbúningum. Harður stuðningsmaður Íslands, leikmaður Snæfells. Besti leikmaður dómarasdeildarinnar. 13 stiga munur, ég held að enginn átti von á þessum tölum. Ísland 26, Bosnia og Herzegovina 13. Á Deura. Embla til varnar. Helena þá komin inn á. Og Kapor á Gajic. Gajic skrefar frábæru vörn hjá Sigrúnu Sjöfn og þetta gerði hún frábærlega. Gajic bara ætlaði að koma sér á körfunni svona hvað og tók einfallega mörg skref í þeirri áætlun Hildur. Sigrún Sjöfn segi á Berglind. Sigrún Sjöfn 10 sekúndur á skotklukkunni. Helena hótar skotinu, finnur Sigrún Sjöfn aftur. Sigrún inn í teiginn og gerir þetta vel, setur flottan snúning á boltan. Það var mjúkt skot og áfram heldur stórkostleg spilamennsku íslenska liðsins. Það er að stíga út, taka öll fráköst. Bosnía var að fara illa með Ísland í sóknarfrákast en nú er Helena farin að rífa til sig sóknarfrákast en tapar því miður boltanum til Babic sem fær þá auðvelt sniðskot. Babic með fyrsta stigin sín í leiknum. Embla á Sigrúnu.
og vantar í rauninni stóra manneski undir körfuna hjá íslenska liðinu. Bríett fyrir langan þrist og var næstíð búinn að elta boltan hana og ná honum en Helena Sverrisdóttir var með 5 stóðsendingar í fyrsta leiklutanum. 5 frákast, 4 stig. Það daðra við bara þrefald og tvennu hérna í leikli og hann heldur svona áfram. En þarna undan einhverjum Íslendingar fá dæmt en þetta var klaufalegt. Þarna hefðu allavega 3 íslenskar treyjur átt að vera mættar á boltan. Og fyrst stað fékk Sigrún Sjöfn Ámundóttir á sig villu. Kemur Gunnhildur Gunnarsdóttir inn á. Bríett fyrir út af. Helena með frákastið. Frábær sendingu Helenu. Sigrún. Hún með svo djúpan og mikinn leikskilning Helena. Það er engu lagi líkt. Embla vildi fá villu þarna, fær ekki, kastaði boltanum út af. Deigura var í henni en ekki brotlega mati dómarana. Kemur Sigrún Sjöfn út af fyrir Unni Töru. Sigrún Sjöfn með 2 stig í leiknum. Deigura steig út af. Embla vildi fá villun á Deigura þarna fyrir 2 sekúndum. Stegur út af Vrancic. Kemur inn á svo fyrir hana. Embla. Embla á Helenu. Helena hótar sendinguna Gunnhildur. Þetta er svo virkilega vel gert! Þetta er svo ævintýrlega vel gert hjá Helenu Sverrisdóttur. Þarna splundra hún vörn Bosníu og þetta er engin nýgræðingar sem hún er að eiga við þarna inn á vellinum. Þyrna sterkt lið Bosníu og þær lét út eins og byrjendur þegar að Helena tók þessa hreyfingu. Embla Kristínudóttir að fá þá aðra villunum sína. Bríett, Þóra Kristín og Embla allar með 2 villur. Dómarna Dómarinn meina að Embla hafi farið yfir línuna en það má ekki. Íslenska liðið fær aðvörun. Gajic. Gunnhildur missi þarna Kapor inn fyrir sig og hún fær tækifæri á 2 auðvöldustigum sem hún nýtir sér. 13 stiga munur. Hildur Björg þá tilbúin að koma inn á. Þetta er alveg rétt hjá dómurunum. Þarna er Embla að fara vel inn fyrir línuna. Unnur Kara fekk líka höfuðhögg þarna í sömu andrá. Það er allt að gerast á vellinum. Helena á Emblu. Embla beint í 3 stiga tilraunina og þetta fer líka bara beint ofan í. Embla Kristínudóttir að skora 5. stigið sitt. Hildur náði ekki að stoppa þetta en vörn Íslands í þessum leik verið heilt yfir frábær. Embla virðist vera annars þreytt þarna í driflunu á Babic. Þetta var alvöru brot hjá Emblu. Kannski heppinn að fá ekki á sig eitthvað meira en bara venjulega villu. Og þetta var vist önnur villan á Emblu. Þetta aðeins í andlitið á þeim leiðinni. Hún ætla ekki að gefa henni neitt tækifæri á því að skora úr þessu. Það var 3. villan á Emblu, hún fer þá út af.
tekur sér pásu. Þóra Kristín Jónsdóttir kemur inn á hennar stað. Babic setur fyrir skotu niður. Babic kom með 4 stig. Þóra. Íslandsliðinu hefur gengið vel að vinna bug á pressunni hjá Bosníu. Allt þar til núna þessar mínúturnar er þetta að fara aðeins að halla undan fæti og kemur ekki orð ef Ívar tekir leikli fljótlega. Og villa sem betur fer á Babic en það breytir því ekki að Ívar tekur leikli. Enda Íslandsliðið aðeins var að tapa boltum á klaufalegan hátt eins og mikið af í Slóvakíuleiknum hefur ekkert verið mikið að hinga til. Það er aðeins að sparsla. Passa bara boltan, nummer 1 og 3. Það er hérna, ef þú eru komið upp á boltan, getur sendir komið, sett smá pikk fyrir hana og farið í gegn. Farið, og þá er hæ, og þá er Helena komið hinum megin og er í þristinum. Við getum gefið. Við erum úr þetta, þá losum bara boltan aðeins fyrir, sko. Þannig við fáum betri svona sendinga einhvern. Ok, hei, náum að setja upp kerfamótið, því að við látum það spila og koma út, miðjan er opin. En við þurfum að geta gert það með því að fá 2-3 sendingar. Ok, lokum áfram tekni, það er byrjað að sækja á okkur, það er að skora á vítalínunni og bara sækja. Það er ekki búin að hitta úr einu skoti. Ok, koma svo. Það er bara hárið rétt hjá Ívari, það er ekki búin að hitta úr einu einasta þriggjastaðarskoti. 0 af 3 fyrir þriggjastaðlínuna Bosníukonur. Hafa alls hitt 27% svona skotum. Á móti 60% skotnýtingu íslenska liðsins sem er stórkostleg skotnýting. Þóra Kristín. Passa upp boltan, sagði Ívar. Það eru orð á sönnu. Helena Sverrisdóttir og snerist hlutverki við. Hildur Björk með frábæra sendingu á Helenu. Og Helena átti hendur alveg nóg eftir þegar hann fékk sendinguna og boltan. Gunnhildur brjóta af sér. Önnur villan af Gunnhildi. Fjórða liðsvillan á íslenska liðið. Næsta varnarvilla verður 2 vítskot eins og gerist núna. Þóra Kristín Jónsdóttir að fá 3. villinu sína. Komið smá villu vandræða fnikur á íslenska liðinu. Þóra Kristín og Embla með 3 villur. Gunnhildur, Helena og Bríett alla með 2 hver. Randsits setur bæði skotið sín niður. Þóra Kristín. Kalla kerfi. Hildur Björk. Hildur Björk aftur sömu leið á Helenu og nú var ætlaði að fara nákvæmlega sömu leið í snúningnum hana og var með 2 bosnískar í sér. Það var þryggjastæð tilraun frá gestunum og Babic smyr þennan ofan í. Helena á Hildi. Hildur út í hornið á Gunnhildi. Gunnhildur hættir við skoti, finnur Helenu. 10 sekúndur á skotklukkunni. Helena hafa með erfiða tilraun á Þóru Kristín og Villa á Unnitöru. Og maður ekki að segja að leikur íslenska liðsins sé að hrynja núna en það eru klárlega komin smá brestir í þetta. Þarna reyndi Randsits að fá töluvert meira úr þessu en sakir stóðu til. Og að reyna að sækja þarna óíþróttum ástæði Villa á Unnitöru sem var aldrei inn í myndinni. Það minnst kannski ekki af grófan hátt og Randsits vildi meina. Það var Guðbjörg Sverrisdóttir, yngri systir Helenu, komin inn á númer 24. Gengur afleitlega hjá íslenska liðinu núna að bara vinna úr pressunni.
pressa allan völlinn á bosnísku og ná að slæma hendinni í boltan hérna hvert skipti á fætur öðru. Kapor í þetta skiptið og Hildur Björg. Helena þarf að rífa sig frá. Þetta er vel gert á Helenu og Hildi. Helena þá út á Gunnhildi. Gunnhildur í 3 stiga tilraunina og þetta hefði alveg mátt detta niður. Og þá Dzebo. Dzebo á Vrancic og Babic sem skorar. Og sveifla núna með Bosníu. Munur er komin í 60. Hildur. Helena vill fá aftur vill á Kapur, eðlilega. Og kemur villan bara á Dzebo í staðinn. Það er ekkert hægt að stoppa Helenu á driplunni nema að brjóta á henni. 14 sekúndur á skotklukkunni. Eftir þetta brot. Guðbjörg. Unnur Tara setur upp hindurinn. Enn einn villan á þær bosnísku 3 hérna bara á 10 sekúndum. Og þar með fer Ísland alveg að detta í skotrétt. Hildur Björg með 3 stiga tilraun og aftur hefði þessi mátt fara niður. Babic á Vrancic. Vrancic fer þá í 3 stiga tilraun á móti og boltinn rúllar þarna hálfur ofan í hringinn og svo upp úr aftur. Helena. Hún má alveg sækja fleiri villur á þar bosnísku. Hildur út í horn á Gunnhildu. Hún tekur þetta skot alveg pottþétt en það er of fast. Kapor. Aðeins meira viltari leikurinn. Þessi stunduna Gajic nær frákastinu og skorar. Helena nær að losa pressuna, finnur Guðbjörgu. Guðbjörg róar þetta niður, kallar kerfið. Sækir Unni Töru uppar. Þetta er frábærlega gert hjá Guðbjörgu. Þarna myndu bara á stóru systur í fyrsta leiklutanum. Sendir laser sendingu á Hildi sem er komið með 15 stig. Og fyrstu stig Íslands í langan tíma núna. Aftur er munurinn komið upp í 6 stig. Þetta er flott sending en Gajic nær ekki að fóta sig í tegnum. Ísland fær fína stuðning úr stúkunni. Vrancic út að Deira. Þetta frákast hendur á Guðbjörgu. Guðbjörg rýkur strax í stað. Hildur með Unni Töru með sér en fer út til hægri á Gunnhildi. Á Helena. 3,5 mínútur eftir að öðrum leikluta. Gunnhildi Gunnarsdóttir. Hún fer á Babic með Vrancic og önnur villan á hana. Og Gunnhildi Gunnarsdóttir sækir sér þarna 2 vítaskot, vel gert hjá Gunnhildi. Gunnhildur, góð vítaskipta, setur fyrirskotið niður. Setja skotið, rata ekki rétta leið. Og Vrancic. Gajic. Gajic sem á ekki fara að kvikna á henni núna. Hún er stórkostlegur leikmaður og það virðist aðeins fara að hitna í henni og komið 6 stig. Hildur ætlaði að reyna að lauma boltana inn á Helenu. Það gekk ekki upp. Embla Kristínadóttir þá klárið að koma inn á. Inn fyrir Gunnhildi. Gunnhildur með 4 stig. Fimm stiga munur, Vrancic. Gajic fyrir það 3 stiga tilraun. Og hún er bara rokin í gang, það er svoleiðis, það er svo einfalt. Gajic allt í hennu komið með
9 stig og munur á liðanum komin niður í 2 stig. Helena átt á Hildur á Guðbjörg úr horninu og þessi þriggjastaðarskot ekki að detta þessa stundina. Frábærlega gert hjá Unni en Ísland á boltann. Uppkast og Örnar Riddararborinu snýr í rétt átt. Þetta var verulega góð barátta sem Unnur Tara sýndi þarna. Íslenska liðið var að missa þessa frákastabaráttu úr höndunum. Og nú má aftur koma góður kafli fyrir leikliðið. Hildur í smá basli með að finna samherja og Íslenska liðið tapar enn einu boltanum hérna í öðru leikliðunum. Gajic, Ramanovic, Deura. Bosnia getur þá komist yfir í fyrsta skipti í þessu leik. Deura fer á Helenu og Helena að fá sína 3. villu. Það er ekki gott. Virðist að fengi eitthvað högg á tennurnar, það er ekki gott. Það er eiginlega bara alveg ömurlegt. Deura getur að jafna leikinn af vítalínunni. Ísland var 13 stigum yfir fyrir innan við 8 mínútum síðan. En sem betur fer þegar setjaskot ekki ofan í og Ísland er ennþá yfir. Bara vesen á íslenska liðinu í þessari pressu. Gekk svo vel í fyrsta leikluta að ráða við þetta en hérna er Hildur að tripla út úr þessu. Gajic mætir til leiks og það er hérna Guðbjörg nætir boltans. Helena komin á bekkinn. Bæði fekk hún högg á tennurnar og kom með 3 villur. Eins og Embla og Þóra Kristín og Sigrún. Mikill barningu að þau tekin núna Unnur lögum boltanum á Hildi og loksins er flautað á Brasininovic. Hildur Björg Kjartansdóttir aðeins að fengja kraft í fyrra vítaskotinu. Það í tilraun nr. 2 og fyrirliðin Milica Deura. Og þryggjasteg tilraun en hún er alltaf laung. Og sem betur Guðbjörg sér þetta smá pláss og ákveður að keyra inn í það og sem er vel og sendingin algjörlega frábær á Hildi. Hildur Björg komið með 18 stig. Kemur Íslandi 4 stigum yfir. Þá tekur þjálfari Bosníu leikhlé. Ovdje pas, preko ruke su, ovdje pas na Milsu. 1-2-2 zonu igraju sad. Stavite napad, 2-1-2. Džombeta ovdje, Milica ovdje na 45. 2 visoka na istoj strani. Ovdje ovako, dole Marica, gore Irma i ovdje Melisa u Čošakom tereti stranu. Znači prenesete ovdje pas, 2. Kad krene lopta na ovu stranu, dižemo ovdje dijagonalu, znači ovdje izlazimo prema lopti, a ovdje dole zablokiramo ovog igrača. Ovaj prolazi na protrčavanje. Ovaj kad krene gore, znači izlazi ispred ovog njegovog visokog, to su ti. Ko je ovdje? Tražiš na visokom postu da primiš pas. Okreneš se, licem probij. Ovdje zablokiraj, ovdje imamo što. Ajde. 4 stiga munur þegar að rétt tæplega 1,5 mínúta
Bosnía að vinna þennan leikluta með 9 stiga mun. Gajic, Deura og slagskot frá John Betu og mikil barð boltan og Bosnía á þennan eftir uppkast. Það er ekki að frákvæma neitt uppkast, það er bara Örinn góða sem ræður þessu. Hún skiptir alltaf stefnu. Hvert skiptir hún dómarinn dæmir uppkast. Þannig að liðin skiptast á að eiga boltan til uppkast. Deura. John Beta. Og þetta skiptið gekk skotið upp. Einstigs munur. Guðbjörg á Emblu. 50 sekúndur eftir. Embla fær hindrun frá Hildi. Og frábær sendingu Emblu. Hildur út á Guðbjörgu. Guðbjörg með 3 stiga tilraunina og þetta vill ekki niður. Ísland með þess 1 3 stiga skot af 9 ofan í og það er svolítið að vera liðin á falli. Þess að munurinn miklu meiri. Og hér er dómarinn að dæma Bosníu boltan. Þetta var sérstakt. Deura. Hálf mínútu til stefnu. Gajic. Deura fyrir utan 3 stiga línuna. Fyrir teginu með erfiða sendingu á John Betu. Hún er að grípa hann. En Embla rífur þetta frákast til sín. 16 sekúndur eftir af öðrum leikluta en enni tapaði boltinn í öðrum leiklutanum og John Beta með fína sendingu gerir þetta vel og kemur Bosníu yfir í fyrsta skipti í leiknum á alveg ógeðslega leiðilegum tíma nokkur sekúndum fyrir lok leikliðsins en Embla Kristínardóttir gerði þarna vel og sótti villuna á John Betu og getur komið Íslandi aftur yfir. Það væri virkilega sterkt að fara þó með forystu inn til búningsherbergja. Embla nær ekki að setja fyrraskotinu þannig að hún getur mestalagi jafnað metin. Miður nær Embla ekki að nýta sig þessi vítaskot og þetta var þungur leikluti fyrir Íslands sveiflukenndur leikur. Ísland vann fyrsta leikluta með 13 stiga mun, Bosnía svaraði með 14 stiga mun í öðrum leiklutanum sem þýðir að hálfleikstölur eru Bosnía og Herzegovina 42, Ísland 41. Já, 1 stigs munur í hálfleik, 42-41 í svona sveiflukenndum leik. Við ætlum að fara yfir þetta allt saman hér eftir auglýsingar, stelpur. Þetta var ekki alveg nógu gott að fara inn í þetta svona? Nei, byrjum frábærlega. Já. Bara gjörsamlega frábærlega. Svo bara kemur þetta rönn sem við erum búin að vandrast með undanfarna leiki. Þannig að vonum að það sé bara búið. Já. Við ætlum að taka stuttar auglýsingar. Hvað eru þið með? Ok. Nei.
Ég bara, what the fuck? Herðu, hvað segið þið? Þið eru vandalega með Hildi á helinu. Já. Byrjum við ekki bara að taka, þú veist... Já, ef við ekki byrja bara á fyrsta leiklutanum, þú veist, þegar allt er í blóma. Og fara svo yfir í... Ég veit það. Við vorum bara með króníska gæsa á þérna í fyrsta leiklutanum. Nákvæmlega. Það var bara, það var ótrúlegt, sko. Svakalegt. Númer hvað? Já. Býta aðeins, ég ætla að fara inn að lemja hana. Nei. Ég er að veifa Braga. En ég held að hann ætti að vera eitthvað vitlausum stað. Ekki máli. Shit, hvað er kalt maður? Já, það er ógeðslega kalt hérna. Ógeðslega kalt hérna, sko. Það er voðalegt. Er þetta svona gamalt hús? Ég er bara ekki þekkt það. Það var heitt hérna síðan, sko. Já, bara fínt inn á laugardaginn, sko. Það er ekkert, en það er samt mjög oft kalt hérna á landsleikjum. Það er bara... Ég er bara með svona... Það er ég, maður er svona með kalt nef. Hvað er langt í okkur? Já, núna heyri ég bara mjög vel í ykkur öllum. Já, ég heyrði sko ekkert á það. Ég vissi ekkert. Nei, ég vissi aldrei hvort við vorum í loftinu eða ekki, eða ég var bara dú, barara, eitthvað. Nei, það er flott. Já, einmitt. Ég er mjög hásinn, sko. Ég var með þetta að reyna að standa á tám á hann. Já, nú er ég að skilja þetta. Ég er bara á lágbotna, sko. Ég er líka á lágbotna, ég er bara... Þú veist það, já, ég var nú ekki há í loftinu, ég var bara hérna. Stóð á tám. Ég skildi ekki. Mínúta. 1 minút. Hvernig fannst ykkur að barnið mitt átt alltaf bara að vera hjá mömmu? Sæl eftir 42-41 er staðan í hálfleik. Þetta var rosalega sveiflukenndur en frábærlega skemmtilegur fyrri hálfleikur. Þá sérstaklega þetta fyrsti leikindi. Það er náttúrulega eðlilegt að okkur finnist hann hafa staðið upp úr. Já, ekki spurning. Það var æðislegur. Það var ótrúlega gaman. Gaman að sjá Hildi og Helenu. Það spiluð þvílíkt vel saman. Og bara það kom þetta power sem við varum að tala um hérna fyrir leik. Og þær voru bara allar inni og bara ógeðslega svona peppaðar. Svo veit ég ekki hvað gerðist. Það er bara, það er spurning. Já, það er bara augljóst að liðið var virkilega samstillt og eins og við töluðum um. Ég held að þær hafi alveg búið að því að hafa spilað hérna á laugardaginn og verið búin að losa sig við þennan skrekk. Fengu svolítið mikið sjálfstraust. Ég held að það hafa byrjað svona að trúa aðeins á sig. En það er bara eins og með körfuboltinn, hann er svolítið svona. Þú veist alltaf að hitt liðið, eins og við náum miklu forskoti, hitt liðið mun alltaf saxa á. Það mun alltaf gera áhlaup, en hvernig ætlum við
Ísland að vera undirbúnir undir það og það skiptir gríðarlega miklu máli að Ívar sé að láta þær vita þær munu gera áhlaup. Við þurfum að standa það af okkur. Já. Og ég ósátt með síðustu sóknina hjá okkur. Það eru 20 sekúndur eftir þegar þær skora og við höfum 20 sekúndur til þess að stilla upp og klára í rauninni sóknina. En við brunum fram, töpum boltanum og þær skora í andlitið á okkur og komast yfir. Já, þarna verðum við kannski aðeins og fljótar á okkur. Við þurfum að ná okkur svona niður á jörðina aðeins er það ekki, til að ná að klára hann leik? Já, mér finnst þetta svona að vera, ég var búin að vera frábærar stelpunar, ekki miskilja mig, en ég var ekki nóg ánægð með þetta og ég held að Ívar getur alveg verið sammála okkur þar. Já, en margt jákvætt auðvitað eins og komst inn á áðan samspil Hildar og Helenu, geggjað að sjá það. Bara ótrúlega gaman og bara þessar sendingar. Og enda við sjáum það til dæmis bara munurinn á bara fyrsta, bara eins og fyrstileikildi var hjá okkur. Þú veist, þar vorum við með 10 stóðsendingar. Svo erum við með enduðan með 15. Já. Þú veist, og við sjáum alveg hvað þetta er. Þú veist, leiðum við fyrir að spila saman. Kikið kringum okkur, þú veist, þetta bara, þessar sendingar eru náttúrulega bara ótrúlega og þú veist, við verðum að halda þessu áfram, við verðum, eins og tölum við á hann, við gerum þetta ekki, þú veist, það gerir þetta engin einn, við verðum að fá það með okkur, sem sagt, fá allar með og það vorum við að gera í fyrsta leikluta. Þetta er bara, sjáu þetta er ótrúlega flott. Já, þetta er virkilega flott, en að mínu mati fóru Bosnía svolítið að brjóta á okkur, það átti einhvern veginn engin svör, en fóru bara að brjóta og senda okkur á vítalínuna. Og við erum bara ekki að ná að nýta það. Við erum með 43% tæplega vítanýtingu og það er bara lélegt. Já, og talandi mynd svona villur og annað, við erum komin í svona ágætt villuvandræði þannig að við erum með Helenu og Emblu og Þóru, allar með 3 villur í hálfleik. Við megum ekki við því að missa leikmenn af velli með villur. Kristína, þú mátt á 5 sko. Ég veit það, ég er að segja. Ekki. Það eru 2 leiklutar eftir, ég er bara stressuð. Nei, ekki. Ég meina, við erum með, þessar stelpur eru allar uppfullar reynslu og 3 villur, jú, auðvitað þurfa að passa sig, en ég held að svona reynslumikli leikmenn, við vitum alveg hvert við komumst og ég hef engar áhyggjur af þeim. Ok, og maður ég meina, maður má fá 5 í nýta þetta. En þú veist að við nýttum alltaf kvótan. Þú veist, maður fær ákveðin kvóta og við nýtum hann, skiljum við. Já, bara fullnýta. Nei, auðvitað getur þetta verið áhyggjuefni og sérstaklega ef Helena getur fengið klaufa villu, ef hún er að dribbla völlinn og jafnvel fær sóknarvillu, það er alltaf hættuleg villa ef hún fer að passa sig þar. Getur sett eitthvað smá strik í reikningin, en ég held samt, þú veist, við verðum að halda áfram og ef við ætlum að fara eitthvað að láta villurnar og trufla okkur og breyta okkar leikstíl, það er vitleysa. Bara halda áfram. Hvernig fá aftur íslenska liðið eins og það var í fyrsta leikluta? Sko, við erum alveg, við getum ekki búist við því að Bosnía komi inn eins og þær komu í byrjunleiks. Það er klárt. En ef við skoðum bara statið, við erum alveg, við erum með 72% nýtingu í 2 stiga. Við erum alveg, við erum enda með 3 stiga nýtingin ekki góð. Við erum að gera frábæra hluti. Þannig að við erum að vinna þær í frákastunum. Þannig að við erum alveg að gera flotta hluti. En við þurfum bara að passa okkur að missa ekki haus. Ég held að það sé svolítið sem að við þurfum svolítið að fá það inn aftur. Já, þetta var svona pínu svolítið svona eins og í boxringnum. Þú veist, það voru 30 sekúndur eftir okkur langaði inn í klefa. Þú veist, við vorum bara, okkur langaði virkilega inn í klefa. Já. En þannig að ég held að það er fínt að komast aðeins inn í klefa og stilla saman strengi. Ég held að íslensk lið eftir að koma bara öflugar. Það munar auðvitað bara ekki nema einu stigi á liðunum og maður kannski gleymir því aðeins bara því að þetta síðasta sem við sáum var kannski ekki það besta sem við fengum úr fyrirháleik. En þær geta, ég meina ef það er bara einmitt eins og kemur inn og stillt saman strengina og komið bara tvíaldið sem maður sá það einhvern veginn í augunum á þeim. Að þær ætluðu bara að stríða þeim. Já, algjörlega. Ég meina, þú heyrðir alveg hvað Helena hérna sagði fyrir leik og Hildubjörg líka. En ég veit ekki stelpur, mér finnst einhvern veginn svona, við þurfum að setja þessi vítaskot niður og ef við værum með örlítið betri vítanýtingu þá værum við yfir. Algjörlega, og turnovers, við þurfum náttúrulega að fækka þeim. Við erum með 10 turnovers í fyrirháleik. Þannig við þurfum, þetta er svona pínu svona herslumunurinn. Þetta er bara svona, við þurfum að koma inn bara með hugan og bara við þetta og þá náum við aftur þessu smá dampi. En auðvitað verðum við líka átt okkur því að þetta er gott lið. Sko. Já, en við erum búin að græða hellings. Já, heilan helling. Og svo líka sko,
ég fer alltaf svo mikið að pæla sko, hvað Ívar að segja við það núna. Hvað Ívar að öskra á þær núna til að kveikja almennilega í þeim eins og þær voru í fyrsta leik? Hann bara að láta þær vita að þó svo að þær hafi fengið smá mótlæti þá þær ennþá geggjaðar í körfubolta. Ég meina þetta íslenska landsliðið og það þurfa ekkert að vera eitthvað litlar í sér og hafa eitthvað áhyggjur af því að þó svo einhver hafi skorað á þær að þær hefði orðið verri við það. Hann bara að segja við þær að áfram gakk, ég meina, svona gerist og hvernig ætlum við að vinna úr því? Ákveðlega, Guðbjörg, hefur eitthvað við þetta með það? Já, ég minnst líka bara að þú veist, við veitum líka ég veit að hann fer alltaf inn á einbeitinguna, sko. Vegna þess að við höfum hérna reynslu, við erum búin að vera að spila leiki og þeir hafa svolítið svona í seinni hálfleik, þannig að nú hefur hann svolítið forskot, hann bara heyrðu, ok, við erum að fara inn í seinni hálfleik, þú veist, þriði leikur gekk fínt í okkur í síðasta leik, þú veist, hvað ætlum við að gera? Þú veist, bara, hvernig ætlum við að framkvæma þetta? Sjáu þið fram á að getum teygt þennan þriðja leikluta og fram í þennan fjórða þar sem allt klikkaði síðasta leik, getum við teygt þetta lengra, náum við að klára jafnvel 2 leikluta núna með hausinn hátt? Já, ekki spurning. Þetta eru svo, þú veist, þær eru bara, þú veist, þetta eru bara, þú veist, þær eru að komna engan til þess að vinna þennan leik. Ég er alveg 100% á því. Já, ég held líka að við erum að skjóta of lítið að þryggjastega. Við erum með 9 þryggjastega samtals, við erum með að skjóta 31 tveggjastega, þannig að það vantar pínlítið jafnvægi og ég held að við getum aðeins fínpússað bara okkar leik, þannig að ég teygt á þessu, já, við getum það, en við þurfum að vera sterkar og halda fókus. Það styttist heldur betur í þennan seinni hálfleik. Haukur Harðarsson, hann klár og ætlar að taka við. Takk fyrir það. Við rýnum aðeins í tölfræðina sem mætti kannski betur fara. Það var aðeins þryggjastega skotin, 11% sján hér. Foreldur Þóru Kristjána Jónsdóttur. Getur verið ánægð með hana í kvöld. Hún að eiga góðan leik. En við skulum heyra aðeins í Ívarinn Ásgrímssyni. Ekki að sækja á stóru mennina okkar. Þessum boltan í sókninni, sömu ákveðinu við byrjum með, rúllum inn, látum þær doppeltíma á okkur og fáum þetta flæðið. Ok? Hólm. Mikill körfuboltafröðmuður úr Keflavíkinni. Þannig að sáum við Helga Hólm í stúkunni, mikill körfuboltafröðmuður úr Keflavík. Hann kann að styðja í liðið og þarf að fá hjálp úr öllum áttum og hann er nú eitt sem er kannski ekki þekktast hefur verið sýnstæður í körfuboltanum en gaman að sjá Guðjón Þórðarsson í stúkunni. Fyrrverandi landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, leiðin til Færeyja að þjálfa Guðjón. En það sem er öllu verra en þryggjastega-nýtingin er rauninni vítanýting á íslenska liðinu sem var ekki nema 42% í fyrri hálfleiknum 6 vítaskot af 14 ofan í. Það er alltaf algerlega óásættanlegt. En seinni hálfleikurinn er farin af stað. Gunnhildur á Unni Töru með sendinguna of háa fyrir Hildi. Og íslenska liðið byrjar á því að tapa bolta. Það er sama byrjunarlið og var í upphafi fyrsta leikluta. Ok, Deura inn og Gæðis aftur, frábærlega gert hjá Unni Töru, náði að slá þarna í boltan og Gunnhildur var klár að taka við honum. Helena á Unni, Unnur sá ekki Hildi sem var alveg inn í teig en fyrir of seint. Það var Randsits mætt á svæðið, frábær sending hér fram völlinn hjá Bosníu en Babic næði ekki að klára þetta en það var henni fyllt eftir þarna allan völlinn. Helena, Unnur, Gunnhildur, galopin, tekur skotið og enn og aftur er þryggjastega skotin með einhver leiðindi. Unnur Tara náði hins vegar frákastinu og var komin hann í ágætis stöðu en skotið varið aftan frá. Þóra verður að koma boltanum inn á 5 sekúndum á Helena. Helena út á Hildi, 8 sekúndur á skotklukkunum og þetta er fótur, þá fer klukkan aftur upp í 14.
Helena. Unnur Tara með fyrstu stigin sín. Já, Francis. Það ekki að setja þetta niður. Unnur Tara kom íslenska liðinu aftur yfir og Unnur Tara aftur undir körfunni og þetta vel gert. Unnur Tara Jónsdóttir með 4 stig í röð hérna. Guðjón Þórðarsson reyndar á hennar vegum í stúkunni. Sambýlismaður móðir Unnar Töru. Og Babits. Vansits. Og skotið var ennur út, frábær vörn til íslenska liðinu. Bosnía ekki ennþá náð að skora í þriðja leiklutanum. Frábær varnarleikur hjá Íslandi. Hildur. Gunnhildur. Hildur út í horni. Hildur á Helunu en það var glæfraleg sending á Hildi og þá getur Bosníu sótt hratt og aftur Babits í vesinni með að setja niður einföld sniðskot. Þóra. Hildur á Helenu. Helena í langan þrist. Hann nálægt í að skoppa hann ofan í. Ísland ennþá 3 stigum yfir. Bosnía ennþá í leit að sínum fyrstu stigum í þriðja leikluta. Deura nær að skora þau hér. Þegar 3 mínútur eru liðnar af leiklutanum. Deura með 8 stig fyrir Bosníu. Gajic stigahæst hjá gestunum með 9 stig. Unnur á Helenu. Helena verður að taka þetta skot, gerir það. Og það mátti að Unnur út í körfunni og ekki ná að setja þetta niður heldur. Þá býr Helena sér til pláss, setur boltan út á Þóru. Þóra með enn eina þryggjastæða tilraun sem að geigar hjá íslenska liðinu. En sóknarfrákostinn að halda hins vegar íslenska liðinu á floti hérna. Unnur Tara reynir enn eitt sóknarfrákostinn. Og þetta ekki til að kæta sóknar þjálfara Bosníu. Frábær sóknarfrákost íslenska liðinu. Var dugnaður vinnusemi, stíga leikmennu út. Vinna frákostabaráttuna, það svo mikilvægt. Skilar lokum stigum og Hildur Björk Kjartansdóttir kom með 20 stig. Skulum heyra í þjálfara Bosníu. 2. Ovdje dole. 3 ofanzivna skoka. 3 ofanzivna skoka. Nema pritiska nikakvog, nema energije, nema ništa. Sve što smo pričali na poluvremenu, kuda smo rekli smo, zabijemo poen, prilazimo po cijelom terenu, probamo tu napraviti pritisak, uzijemo ovdje u zadnjem polju šta igramo, drop na strane, iskakanje na centralnom. Strana pomoći, rolaju nam dole, strana pomoći, ovdje lica izašla, ovdje se namješta igrač, izađu ovdje ispred, Helena Sverrisdóttir sigla hægt og örugglega átt á 302 með 8 stig, 7 stóðsningar og 10 fráköst. Hildur Björk með 20 stig og 7 fráköst. Gajic. Varansic færinn aftur. Gajic að daðra við skref þarna en nær að losa boltan. Babits setur svo 2 stig niður steg á línuna. Helena nær að snúa varnarmann af sér og gerir þetta frábærlega.
Þriggja munur. Babic kemur sér fyrir rétt fyrir frá vítalínuna. Skilur hann eftir fyrir Dzebo sem að skuttlaði þessum þristi niður. Helena brotaði henni. Það er Dzebo sem sér það líka. Nú er klukkan í einhverju vesinni. Það er sem sagt klukkan í höllinni sem stjórnar borðanum hérna sem þið sjáu á skjánum og það er sama staða og við sjáum hér í höllinni og hún er augljóslega ekki rétt því að bæði lið eru með fleiri stig. Smá ráðstefna hér í gangi. Það er að bæta stigum. Ísland þarf að taka leiklega til að skoða klukkumál. Þá sko við heyra í Ívari Ásgrímssyni. Ef við fyrir hérna, þá verður hún að koma hingað. Þannig að við erum með sendingar og tega, því þannig að spila svo hátt og við erum bara með veginn, kannski. Þannig að óræðlega fyrst sem sýttir Peppa hefur til verðið að rúla. Það er bara hérna á veitum. Ég vil bara því spacing til þess að byrja með. Þú veist, ef þið sjáu þetta hvað, þá verður þess að koma. Með bá þetta reyfingu. Það tímur það að tæma þið hana hér. Ef hún er að dribbla, þá með ekki fatta nema í leiður. Já, það er bara svona svikum fyrir að þetta. Nei, ég þarf aðeins að snakka svona, ég stóð ekki að svona, en ég er ekki að snakka hérna það. Ok. Já, við Það er fyndið, ég veit að ég þarf ekki að jafna þér aðeins. Ok. Áfram! Allt jafnt í höllinni, 49. Rétt rúmlega 5 mínútur eftir af þriðja leikluta Helena. Helena með frábær sendingu á Unni Töru. Hún nær ekki að setja þetta fram hjá Gajic en nálægt því að stela boltanum í staðinn aftur. En Vrancic heldur hann hjá sér. Þeir í þriggja tilraunina. Það skoppar aftan á hringinn. Og í hendurnar á Hildi. Þóra gætti ekki að sig þarna. Þetta sjá bæði varnarmann og boltan. Babic þá í þriggja tilraun. Og þessi fyrir ofan í og Bosnía komið 3 stigum yfir. Bosnía líka að heimta illa úr sínum þriggja skotum hingað til. Þóra skilur bara þetta fyrir Unni á Helena. Hún getur keyrt á inn í teginn, finnur Hildi Björgu og þetta var aðeins að fast en Hildur nær frákastuna eða hvað nei, Gajic rífur þetta til sín. Gajic á Dzebo. Dzebo nær ekki að skora á Unnur Tara með frákastið. Helena, þetta Gunnhildur aftur á Helena. Þóra hætti við skotið, ákveður að keyra frekar á Gajic. Það hefði líklega verið betra að taka þriggjastaðskotið þarna en Gunnhildur verður að gera það þegar 6 sekúndur á skotklukkunni og þessi lekur úr hringnum en Hildur með 24 stig. 9 fráköst að auki. Þvílík frammistaða hjá Hildi Björgu. Þóra
til varnar en Gajic misti sem betur fer boltann í höndunum og Džambeta steig svo út af. Það koma Bríett Sif og Sigrún Sjöfn inn á fyrir Ísland. Gunnhildur Gunnarsdóttir og Unnur Tara Jónsdóttir fara út af. Þóra tekur það á rás. Sigrún. Þóra miklu nákvæmari í sendingunni sínu núna í þessum leik með Slóvakíuleikinn. Sigrún Sjöfn. Frábær sending á Sigrúnu en Helena náði ekki að klára færi en rífur svo frákast til sín og Bosnía á þennan bolta uppkast dæmt. Það er eins og þessi sending hefur komið Helena aðeins á óvart. Einstigsmunur. Þvílík spenna. Bosnía verður að vinna þennan leik. Einstigs sigur nægir að öllum líkindum til að komast á EM. Munur komið til 3 stig. Sigrún og Þóra aftur á Sigrúnu. Helena og Bríetti. Bríett með þryggjasteftilurinn og þeir bara fara ekki niður. Þristarnir hjá íslenska liðinu 1 af 14 núna. Sem betur fyrir engin gríðarlegur hiti heldur á skittum Bosníu. Vrancic og það útskýrir kannski akkur leikurinn svona jafn enn sem komið að minnsta kosti. En Ívar ætlar að taka leikhlé. Það er 2 mínútur eftir að fyrir leikluta og Bosníu og Herzegovina kom með 5 stiga forskot í fyrsta skipti í leiknum. Næsta forskot sem gestirnir hafa haft, við skulum heyra í Ívari. Við erum að fá fullt af flottu lúpum. Já. Hei, þeir eru stórir á Helenu hérna. Þeir fá á hana Helenu. Ekki setja pikk á hana. Prófaði það einu sinni. Af því að þegar við setjum pikk þá skiptar það bara með minnimann á hana. Þá getum við að vísu fara með hana low post ef það er ekkert. Prófið einu sinni allavega. Þegar hún kemur upp og færa hann. Að klera bara. Hilduvertu einu megin og þá Sigrún eða Sigrún hér. Og gefið þér 1 og 1. Veit þið úr 4 með hann? Já, 4. En hérna, þá farið ég bara í staðinn fyrir að fara niður í pikki, farið ég hinn veginn. En þannig að eins og áðan, þessi sem stóð hér, gerir kannski kött og skipti út að ef hann stendur þetta, hjálpar ég bara tilbúinn. Nei, en ekki gera þetta alltaf, bara þess einstakar sinn. Þannig spilum við bara og látum að vinna. Ok, slökkum við sánuna, ok? Sjá hér, móður Unnar Töru Jónsdóttur. Ívar Guðmundsdóttir. Heitir hún. Þóra. Á Hildi. Bríett. Þóra Kristín. Þóra nálægt í að tapa boltanum en nær hún aftur 5 sekúndar skottökunni. Þóra Kristín inn í teig og 3 sekúndur á Helenu. Var of lengi inn í teignum þarna. Og þá kemur Embla Kristínudóttir inn fyrir Þóru Kristínu. Vrancic. Gajic. Vrancic en skotið fyrir ekki niður, endar hins vegar höndunum á Djebo. Vrancic læðist þarna fram hjá Helenu, kemur hún út á Djebo með skakt mið en Sigrún Sjöfn Ámundsdóttir nælir sér í villu. Fyrsta liðsvillan á Ísland í öllum 3. leikluta. Í rauninni bara 2 villur verið dæmdar í öllum 3. leikluta þegar 1 mínúta og 15 sekúndur eftir hann, það er alveg ótrúlegt. Liðin eru bara ekki búin að brjóta af sér.
Já, Helena. Á Emblu. Hildur setur upp hindrun og Embla ætlaði að skila honum aftur en nú skiptast liðin á að stela boltanum af hvort öðru. Embla verður að taka þetta skot, galopið og nálægt í að setja þetta niður. Embla Kristínardóttir, eini leikmaður Íslands sem hefur skorað 3 stiga körfu í þessum leik. Og hún hefur skorað eina slíka. Þriggjastaða nýtingin alls ekki til útflutnings. Hildur. Frábæra hreyfingar Hildur og þetta hlýtur að vera villa. Francis 15 cm lægri en að lág hérna á höndunum á Hildi. Þetta er bara ekkert annað en villa. En ekkert dæmt. Embla með innkasti og 5 sekúndur dæmdar. Þetta var klaufalegt hjá Ísvíkingliðinu. Við höfum ekki meira en 5 sekúndur til að koma boltanum í leik úr innkasti. Og 40 sekúndur eftir af þriðja leikluta þegar Bosnia er 5 stigum yfir. Ísland að skora 10 stig í þriðja leiklutanum en Helena stelur þessum bolta. Helena á Emblu. Embla á Sigrúnu Sjöfn. Sigrún leitar að Helenu en fær sem betur fyrir villuna. Babic fór þarna í skothöndina. Og það sem að Sigrún var þarna í skotinu, þá fær hún 2 vítaskot. Getur vonandi laga stöðuna fyrir 4. og síðasta leiklutan. Já, fyrra skotin leikur á hann í. Íslenska liðið ennþá með undir 50% vítanýtingu. Sem er ekki gott. Vrancic. Embla nálægt að stela boltanum hana. Fín vörn hjá Emblu. 3 sekúndur, 2, 1 og Babic. Hún er aðeins svo lengi aðtapna sig. Var samt nálægt í að smella þessu ofan í. En það eru 4 stig sem að skilja liðin að fyrir 4. og síðasta leiklutan. Bosnia 56, Ísland 52. Alveg sama, ég get tekið hana. Nei, hún tekur tíðina. Hei, þú ert að falla bara inn. Þú ert að hjálpa, hún verður low post og ertu hérna, hún er að snúa sig. Hún vill ekki fara, hún vill fara hér. Þú ert stóri. Já, ég er stóri. Já, hún er stóri, já. Helena heldur því áfram. Þú ert á með hérna... Ég fer undir. Sjörn, hún tekur hinn stóla. Eitthvað sem er 19 eða eitthvað. Nei, í sókninni við þurfum að sækja meira. Núna, fá rúllið, vera skynsama. Fáum upp körfuna. Andra, passa boltan. Líka 50-50 sendingar. Reyndu að koma þetta á þeim frekir. Reyndu að koma þetta ekki híka og ekki gefa hann. En bara passa boltan. Megum ekki trappa, ekki vera að gefa yfir það. Það er banna. Nei, náum okkur bara aftur inn, náum fórustur aftur. Þetta eru 4 stig, segir Helena. Við séum til þess hversu lítill munurinn er á liðanum. Hárrétt hjá henni. 4 stig sem skilur við að fyrir 4. og síðasta leiklutan. Sem er ekki neitt, sjálfsögðu. Þriggjastaða nýtingin 6,3%. Takk fyrir. 1 af 16 skotum. Þetta er þriggjastaðalínu og Ísvíkingliðinu ofan í. Sem er svona með því lægra sem það eru séð og heyrt í þessum bransa. En það mega alveg nokkur slík detta í fjórða leiklutanum. Það getur skipt sköpum í þessu leik. Ísland hefur leikið firna vel mörgum öðrum þáttum leiksins og skýrir stöðuna. Tapaði bolta voru eitthvað aðeins og margir í þriðja leiklutanum.
Ísland sem að byrja með boltan í fjórðuleikjadónum 52-56. Embla rífur sig við þessa. Og byrjar að tapa boltanum á mjög klaufalegan hátt. Þetta er ekki eins og þetta átt að fara af stað. Og ekki taktið það sem að Ívar var að tala að passa upp á boltan, hægt að tapa honum svona klaufalega. En Embla sá með sendinguna á helinu og var hættuleg þessi sending og hún gekk upp og var góð. Helena Sverrisdóttir þá kom með 10 stig. Munurinn aftur komin niður 4 stig. Zebo, þetta var aðeins og auðvelt fyrir hana. Og Embla Ísland ekki búið að fá stíð í sínu töfluna. Nú dekkað inn. Og villa á John Beta. Önnur villan á hana. Embla á Sigrúnu. Embla keyrir inn í teginn og tekur nokkra snúninga, heyrði boltan aftur til sín og kemur honum ekki ofan í. Það var nálægt því og Ísland heldur boltanum. Góð áræðni í Emblu Kristínardóttur þarna. Hársbreytt fyrir að setja þennan bolt ofan í Helena. En nú er Bosníu að fá aðvörun fyrir það sem Ísland fekk í fyrsta leiklutunum. Með engir útlimir fara yfir línuna þegar Hilli er að taka innkast. Og þetta er villa á Sigrúnu Sjöfn, var í baráttunni undir körfunni og bjóð sér til svæði með ólulegum hætti að mati dómarana. Ýtti Deora frá sér hérna. Þetta er náttúrulega, ég veit ekki með þetta. Þetta er alveg pottþétt hægt að færa rök þegar þetta hafi verið villa. En dómarinn með góða stjórn á þessu. John Beta. Við sendum hérna út á þryggjastalínar Kapor og Embla. Sigrún Sjöfn að fá þriðju villinu sína. Sigrún bætist þá í hóp þeirra leikmanna sem eru með 3 villur. Embla fer hins vegar út af Berglind Gunnarsdóttir inn á. Kapor setur fyrirskotu niður. Munurinn á liðanum hægt og rólega að aukast. Bosnía 8 stigum yfir. Hildur Björk Kjartansdóttir að klára að koma aftur inn á, en Kapor að brjóta á helinu. Sigrún Sjöfn sem fer að velli fyrir Hildi. Guðbjörg hættur í helinu fótboltan. Á Hildur. Hildur hótað þriggjastiga skotinu. Finnur Guðbjörgu á Berglind. Íslensku leikmennirnir fá lítinn tíma fyrir utan þriggjastigalínuna. Hildur hirðir þetta frákast eftir eigið skot. Unnur Tara þá nánast með vítaskot. Nefna hvað hann færa sannsögð 2 stig fyrir þetta. Vel gert hjá Unnur Töru. Minnka munni 6 stig. Unnur Tara kom með 6 stig í sínu 5. landsleik. Þeir eru orðnir 3 fyrir 11 árum og þetta er náttúrulega ekkert nema villa, en ekkert dæmt. Helena fór hérna fram hjá Zebo sem vildi fá sóknarvillu, en þetta átti bara að vera villa á hana.
Helena inn í tegnum, Guðbjörg reynir að senda á hana, Unnur Tara kemur boltanum að lögum á Helenu. Þá Hildur fyrir utan. Og þarna datar loksins! Og hver önnur en Hildur Björk Kjartansdóttir kom með 27 stig. Stórleikur hjá Hildi. Og munurinn kominn niður í 3 stig. Góð vörn hjá Helenu. Allt íslenska liðið núna með í vörninni en villa dæmd á Unni. Teygði sig þarna í boltan, það var óþarfi í þessari stöðu. Helena var komin í góða hjálpavörn og var að þrengja að þeir bosnísku. Önnur villan á Unni. Deura fær körfu góða og villaauki. Gleymdist til að dekka hana þarna. Deura lætti sig þarna í gegn og setti þetta skot niður og fekk svo Hildi á sig. Og Hildur Björk að næla sig í sína fyrstu villu í leiknum. En Ísland kom með 4 liðsvillur hér á innan við 3 mínútum. Þannig að lið Bosníu dettur í skotrétt bara við næstu villu. Bosníu aðeins með 1 liðsvillu á móti. Helena með gott frákast og nær að halda þessu í leik. Finnur Guðbjörgu systur sína. Og þetta er skref á Helenu. Var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera þarna. Fór af stað á þess að dreifla boltanum. Og sjáum þetta lent í vessinni hérna. Þetta er hárréttur dómur. Gæði. Kapur. Delic úr horninu og því miður smellir hún þessu ofan í. Og skyndilega munur hún aftur komin upp í 8 stig. Þetta er ekki lengi að gerast í körfuboltanum. Frábær sending hjá Hildi og Helena í baráttunni. Nálægt í að setja þetta niður en fær 2 vítaskot. Hildur og Helena hafa skipst á í rauninni að mata hver aðra af gullsendingum. Helena setur fyrir skotið sitt niður. Þetta eru fyrstu vítaskotin við Helenu í þessum leik. Ég man ekki eftir að Helena hafi spilað svona lengi inn á körfuboltavelli án þess að fá vítaskot en þarna steig Gæðis klálega út af vellinum. Sleppjandi að Bosníu fær haldunum og svo ódýri villa á Berglindi Gunnarsdóttur. Berglindi frá fyrstu villunum sína og nú er bosníska liðið með bónus en þeirra skotið fer á hringnum og munur því ennþá 7 stig. Setja skotið fyrir honum, 8 stiga munur. Hildur á Guðbjörgu. Hildur er ennþá með nægan kraft til að spóla hérna fram úr varnarmönnum. Guðbjörg á Hildi. Helena reyna að búa sér til pláss inn í teignum. Þetta er tæknivilla á bekkinn hjá Bosníu. Það er bara frábært fyrir Íslandsliðið að fara 1 ókeypis vítaskot. Svo bætast við hinn vítaskotin. Þannig að Helena fær tækifæri til að minnka muninn í 5 stig af vítalínunni. Byrja vel. Nú mega leikmenn raða sér upp í teignum. Þetta var tæknivillan sem var byrjað á. Delic kom með 4 villur í liði Bosníu. Jájá, Helena setur annað skotið líka niður og þá verður það þriðja bara að fara sömu leið.
Helena örugg af línunni. Svo með 14 stig, Helena Sverrisdóttir. Það er vel gert hjá Unni Töru. Stal þessum bolta. Sá þetta algjörlega sjálf. Helena, hún er líklega að taka þetta skot, hætti við. Berglind. Unnur Tara. Unnur Tara út á Hildi. Hildur í þriggjarstöldunum var trufluð þarna af Delitz. Delitz náði að snerta boltan. Og það er Delitz boltan aftur. Gajets fyrir út á þriggjarstöldunina. Og þetta er alltaf stutt. Og Guðbjörg með frákastið. Þetta var því miður Guðbjörg sem Berglind Gunnarsdóttir sem fær þessa villu. Guðbjörg var með þetta frákast. Því miður var villan þarna frá boltanum aðeins. Og Kapor fær 2 vítaskot. Kapor setur bæði skot niður. Helena er núna bara leikstjórnandi, hún er miðherji, hún er allt í öllu í íslenska liðinu. Guðbjörg, 7 sekúndur á skotklukkunni. Unnur Tara undir körfunni og fer ekki alveg nægilega sterkt þarna upp en fær þá aðra tilraun. Berglind setur þetta í hringinn og þá fær Ísland aðra tilraun. Berglind hefði ekki þurft að flýta svona mikið en var svo sem í ágætis skotstöðu. Já, kominn meiri tíma á skotklukkunni eftir að hún fór í hringinn, boltinn á Deura. Helena nálgast stelaboltann. Deura aftur á Gajets. Gajets út á Ramanovic og Ramanovic sækir villuna á Hildi. Hildur að fá aðra villuna sína og Ramanovic sem er ekki besta vítaskytta Bosníu fær þá 2 vítaskot. En Ísland tekur þá leikhlé. Ívar Ásgrímsson og hans teymi það þess að ræða við leikmenn. Við erum að brjóta mikið, erum bara á línunum, þær eru bara að skora það. Þannig að förum núna, tökum svæði. Við erum með Guðbjörgu, Gunnhildi, svo er miðið með Unnur. Ok, Hildur, Helena og Unnur hér. Já, við erum línulegir, þegar við Helena og Helena. Ég vil ekki vera fórnum mikið, láttu þessi bara koma. Taktu bara stönn, bara svona feika og fara tilbaka. Þið verður bara að vera duglegar hreyfa ykkur. Já, við þurfum að finna mannir á boltanum. Passið ykkur bara að fara ekki of djúpt, sko. Ef boltinn er hér og við erum með mann hér, passið ykkur að fara ekki hingað, farið frekar svona. Já. Þannig þið farið ekki á langt ykkur. Við gerðum þetta alltaf á það, þannig við fórum bara langt svona. Við lokið því. Já, right there. Hey, komið svo! Það vantar ekkert góðar körfuboltakonur inn í salnum. Sjáum hér Lily Hardy sem er nú bara hefur eins og besta í deildinni í mörg herrans ár og unnið nokkra titla bara nánast upp á sitt einstæmi. Og svo Kiana Johnson úr KR sem hefur verið eitt besti leikmaðurinn á þessu tímabili ef ekki bara sá allra besti. Lily Hardy í liði Hauka. En þetta var klaufalegt hjá Hildi. Það á ekki að geta gerst. En getur komið fyrir á bestu bæðum eins og við sjáum hér. Hildur steig hérna á línuna í innkastinu. Var aðeins svona æst og hikaði. En ekki stefninu. Rétt tæplega 5 mínútur eftir Ramanovic. Út á Delitz. Delitz hætti við skotið. Deura og þetta var að síðasta sem að íslenska liðið þurfti á að halda. Þristur í andlitið eftir þessi mistök. Guðbjörg þá á Hildu. Hildur ætla bara að svara fyrir þetta, kvittar fyrir þetta hér og nú. Kom með 29 stig. Ellefu frákasta auki. Þvílík frammistaði hjá Hildi Björgu í þessum leik. Stórkostlegur leikur henni. En þær bosnísku eru komnar í gírinn. Unnur
á Hildi. Hildur komin í þrönga stöðu, erfiða stöðu þarna og tapar boltan Kapor. Þetta er vel spilað, Delic leggur boltan ofan í körfuna og nú er þetta orðið svona full auðvelt hjá Bosníska-liðinu. Ísland losar þessa pressu auðveldlega, Unnur Tara það með no pláss. Og þarna er það 3 á móti 2. 3 íslenska leikmenn á móti 2 bosnískum og þetta vantaði svolítið upp á áræðinni þarna. En Ramanovic brýtur á Unni Töru sem fær þá 2 vítaskot út af skotréttinum. Fyrra skotið snertir ekkert nema netið þarna á leiðinni ofan í. Seinni boltinn var svona ákveða sig lengi vel hvort hann ætti að fara ofan í eða ekki. Okkar fyrir niður að skoppa upp úr. Deora úti vinstra meginn í horninu og þetta fyrir ekki niður en Gajic hirði þetta frákast og uppkast. Hildur náði þessu en því miður á Bosníu á ennþá með 12 sekúndur á skotklukkunni. Þetta er samt baráttan sem að íslenska liðið verður að sýna núna síðustu 3 mínúturnar. Hérna er verið að dæma tæknivill á gólfinu á lið Bosníu og Helena fær því vonandi ókeypis stig. Dettur ofan í, svo heldur leikurinn bara áfram það sem frá var horfið. Önnur tæknivillan á lið Bosníu. Það er eitthvað að vera sagt þarna við dómarann inn á vellinum. 11 stiga munur. Deora sá eitthvað þarna sem engan annar sá, hendi boltanum beint út af einhver samskiptaleysi á milli liðsfélagana þarna. Það var Guðbjörg á Hildi. Unnur Tara. Guðbjörg. Helena fyrir hinn teginn, missir boltanum langt frá sér en þetta er fótur. Það bætast 4 sekúndur við skotklukuna. Smá ráðaleysi þegar Helena er ekki með boltan hjá íslenska liðinu núna. Það komið seint inn í 4. leikluta. Guðbjörg neglir boltanum í hendurnar á systurni. Helena aftur út á Guðbjörg sem stígur á 3. línunni. Löng 2 stiga tilraun en hún fer ekki niður. Bosnía og Herzegovina leggja þá að stað í sókn 11 stigum yfir. Tæplega 3 mínútur eftir af 4. og síðasta leikluta. Þetta er erfitt verkefni fyrir Ísland en alls ekki ómögulegt. Kapor. Ramanovic finnur núna eina af þessum auðveldu leiðum sem að Bosnía hefur verið að finna síðustu sóknir og auðveldar körfur í 4. leiklutanum. Hildur Björg með 2 villur. Helena er loss og þetta er villa á Kapor. Kapor að fá sína 4. villu. Fjórtán stiga munur. Fjórtán stiga sveifla sem þarf að eiga sér stað hér. Mjög erfitt að vinna leiki þegar liðið er með kringum 50% vítaða nýtingu. Sjáum hér Sverri, föður Helenu Sverrisdóttur og Kristján Leif, bróður hennar úr Haukaliði karla megin. Helena, Guðbjörg og fjölskylda af miklum Haukaættum. Þrátt fyrir að þær spilir báðar með Val í dag á Gunnhildur.
Unnur Tara. Guðbjörg, skotklukkunni fara að renna út og þetta uppkast. Ísland hefur nákvæmlega 1 sekúndu til að nýta sér þetta innkast og setja boltan ofan í körfuna. Nú þarf að teikna upp eitthvað kerfi sem að og eitthvað svona, en þetta gekk ekki upp. Þetta var alltaf að fara að vera erfitt. Deóra þá hinum megin. Og Ramanovic. Delic á Ramanovic. 5 sekúndur eftir skotklukkunni. Góð vörn í heilinu. Ramanovic keyrir með baki upp í körfuna, en þetta kom á versta tíma. 1 sekúnda eftir skotklukkunni þegar að Unnur Tara braut á Ramanovic. Það var ekki mikið í þessu. Guðbjörg Sverrisdóttir fer þá út af fyrir Þóru Kristínu Jónsdóttur. Ramanovic fær 2 vítaskot. Bæði skotin ofan í, en þá tekur Ívar leikli og Ísland núna allt í einu 15 stigum undir. Þetta er fljótt að gerist yfirleitt í 4 leikluta hjá íslenska kvennalandsliðinu. En heyru hvað Ívar hefur að segja. Þóra tökti boltan. Unnur verði hérna neðri. Hildur hér. Verði hérna Helena og Gunnó. Gunnó hlöftu. Kottu Helena, fáðan. Þetta snögg að setja pikk. Reyndu þristinn. Ef ekki, þá ferðu. Unnur, þú ferði hingað og hérna Hildur rúlar hér. Eftir pikki hérna, rúlar hérna inn. Hei, ef það er yfirtekka Helenu hér, beina sending á Hildi og þú ferð tilbaka. Ok? Já, ég kem svo upp. Þá bara snögga körfu. Þóra pressaði manninn, enga villur, taktu smá sjálfsamt að reyna að stela boltanum. Hei, áfram! Koma! 15 munur, 1 mínúta og 38 sekúndur eftir að fyrir leikluta. Þriggja nýtingin 11% í leiknum. 2 skota, 18 ofan í. Vítanýtingin 54%. En þá Gunnhildur með enn eitt misjöfnum þriggja skoti á íslenska liðinu. Deóra. Villa á Gunnhildi Gunnarsdóttur. Þriðja villan hana. Bosnísku verið að fara mikið á vítalínuna. Bosníu og Herzegovina með 73% vítanýtingu á móti 53% vítanýtingu íslenska liðsins. Liðin fengið svipað mörg vítaskot og þar liggur rauninni munurinn. Þóra. Helena reynir að fara utan á. Og með fína snúning og glæsilega afgreiðslu. Nota spjaldið þarna. Mikka munin í 14 stig. Deóra. Gunnhildi í bakinu. Deóra keyrið þá með fram endalínunni. Og þetta skot var ekki gott frá Angelu Delic. Og svo var þetta loftbolti. Þóra. Helena fær boltaðan. 50 sekúndur eftir þegar Helena reynir þessa þryggjasta tilraun en hún gengur ekki upp. Þóra Kristín þá í aðra og aftur er hringurinn að þvælast fyrir liðinu. Helena með mjög skemmtilegt frákast. Og svo sirkus frákast. Og sækir svo Villu á Deóra.
Helena getur að minnka munn í 12 stig. Sóllilja Bjarnadóttir, leikmaður Breiðabliks, 23 ára gömul, fær þá tækifæri hér í sinn 5. landsleik, síðustu 40 sekúndurnar. Og Hallveig Jónsdóttir kom inn á líka í fyrst sinn í þessu leik. Leikmaður Vals spilaði nú talsvert meira móti Slóvakíu. En Delic hótar skotinu, rúlar boltanum svo inn á teginn. Það Markovic en hún ekki að skora Helena. Þetta á Sóllilju. Þóra. Og Þóra nær ekki að setja þetta ofan í frekar en aðri leikmenn Íslands í þessu leik. Hildur og Embla fær einu sem hafa sett niður þriggjastigaskot. Og hér Þóra Kristín Ósdóttir að skora væntanlega síðustu stigin í þessum leik og minnkar þetta niður í 10 stig og svo stolinn bolti. Eða, hún ekki stolinn bolti en hún náði að komast fyrir sendinguna. Þessu þá lokið minnsta tap Íslands í þessari undankeppni. Því ber að fagna í rauninni. Þetta var flott frammistaða svo mörgu leyti í íslenska liðinu. 10 stiga tap, eins og það niðurstaðan. Hildur Björg með stórleik skoraði 27 stig og tók 11 fráköst. Helena með 18 stig, 12 fráköst og 8 stóðsendingar. En lokatölur Bosnía og Herzegovina 84. Þær eru á leiðinni á EM. Ísland 74. Já, stelpur 10 stiga tap, kannski svo Haukur kom aðeins inn á í lýsingunni, margt jákvætt en margt sem líka hægt að laga. Já, algjörlega. Þær byrjuðu rosalega vel, spiluðu bara flottan leik, sérstaklega í náttúrulega fyrri hálfleik. Svo svona fór aðeins þá fóru Bosníu stelpurnar fóru aðeins að vakna og fóru að spila sinn leik. En mér fannst það standa sig bara mjög vel. Maður gerðu margt vel sem maður gerðu kannski illa í síðasta leik. En svona kannski ef við að taka eitthvað út sem svona gerir útslagi finnst mér, þá það kannski tvennt. Það náttúrulega tapaði boltar. Þeir voru allt margir, 24 og svo náttúrulega vorum við með þriggjastaðnýtingu sem var kannski ekki alveg upp á. Við vorum bara mjög slakar þar. En samt sem áður. Þetta er allt að koma. Já, sko einmitt eins og Guðbjörg kemur inn á þriggjastaðnýtingin, tala hvað, hvað vorum við með? 22. Það er ekki neitt til að hrópa húrra fyrir. Ég meina, þetta var ekki okkar dagur, augljóslega þar. Þetta er væntanlega ekki það sem við eigum að vera vanar. Nei, eins og við höfum svo oft talað að við þurfum að eiga bara geggjaðan dag til þess að eiga séns í þessi lið. En ég minna að þeir heyrið, Bosníar fara á EM og við erum að tapa henni með 10 stigum sem náttúrulega bara frábært. Það sem líka frábært sem við sáum henni í dag að Hildur Björg bara algjörlega geggjuð og bara algjörlega jafning í Helenu hérna á gólfinu. Helena hún átti ekki eins góðan dag eins og hún hefur svo oft átt áður. Hún hefur borið þetta lið að herðum sig bara í gegnum bara síðustu 10 ár. Þannig að það var virkilega ánægilegt að sjá Hildi bara gera vel. Mér fannst að mínu mati mér fannst dómararnir leyfa svolítið, þeir leyfðu svolítið minna þeir leyfðu minna í seinni hálfleik heldur en þeir gerðu í fyrri. Það var einhvern veginn, línan var þrengri fannst mér og ég veit ekki, þessi töpuðu boltar sem við vorum að gera, þeir voru bara dýrir, við vorum að tapa á dýrum momentum og það einhvern veginn, bara fór momenti einhvern veginn með Bosníu, svona margt, allavega, ef ég fæði væli yfir aðeins einhver á fannst mér dómgæslan, það er eins og þeir halda að konur get ekki barist. Það takk í það, Áður en að Pála tekur í dómarana ætlum við að heyra hvað Ívar Ásgrímsson þjálfari hefur að segja. Ívar, ertu sammála mér í því að þetta hafi verið besta heildarframmistaða Íslands í þessari undankeppni? Já, ég er sammála því og við erum að keppa móti mjög líkamlega sterku liði og mér fannst við spila gríðarlega vel svona mestan hluta af þessu leik og við hefum þurft að setja eitthvað á sem þriggja stiga skotum okkur niður og við vorum að búa til hrúa færum í þessum leik og
Þannig að okkur vantaði bara að sitja nokkra þrista og þeir voru galopnir sem við fengum. Og þetta eru góðu skotmenn sem voru að fá þessi skot, en því miður bara, þá var þetta ekki dagurinn í 3 stiga skotum. Já, það er ekki grátlegt þegar í leik sem tapast með 10 stigum að prósentan í 3 stiga skotum sé eitthvað í kringum 10% og allt skoppandi endalaust á hringnum. Jó, ég segi það datt ekkert með að setja þær svona einhverja örvæntingafulla þrista og þegar það svona skotklukka þeirra var að vera búin og það var bara munurinn á þessu leik og við hefðum þurft þessi 3 stiga skot niður til þess að klára þetta því við vorum að skóla vel inn í tegi, Hildur og Helena voru að pakka saman í kringu teginn þannig að okkur vantaði svona aðeins að geta teikt á þau meira með því að hittu þristunum mér fannst við vera að fá frábær 3 stiga skot í þessu leik og vorum að gefa hann út og flæði fannst mér mjög gott, við vorum að dribla mun minna í þessu leik heldur en á móti Slóvakíu og fengum boltaflæði miklu meira og vorum að rúlla betur og vorum búin að fara vel yfir það og mér var stelpurnar að koma tilbúnar og við sýndum það í byrjunni fyrsta leikhluta að það er margt hægt en við vorum kannski dálítið þreyttar okkar leikmenn hérna í lokin en heilt yfir bara stoltur af þessu. Þú ert með liðið mótun, hvað tekur úr þessar undankeppni sem nú að ljúka? Já, ég meina við þurfum allavega að taka þennan leik aðeins og vera ánægð með það en þetta var minn síðasti leikur, nú er ég var búinn að ákveða það og láta Kökku ég vita að ég ætlaði að taka þessa 2 heimaleiki hérna og láta staðan mig. Ég er búinn að vera lengi og það er kannski komið tíma á að reyna aðeins að breyta og fá nýtt blóð en við getum byggt á þessu og ég vona að stelpurnar byggja á þessari baráttu og komið tilbúin í næstu verkefni. Þú ert hættur, hvenær tókstu þessa ákvörðun? Ég tók þetta nú eiginlega bara svona í sumar í róliheitunum þegar ég var svona farið yfir mín mál. Þetta er bara orðið mjög erfitt að vera með landsliðið í svona gluggum og vera líka að þjálfa félagslið og þetta gengur mjög illa saman og nú erum við að taka 4 leiki á 7-8 dögum og þetta tekur bara á og þannig að þessi gluggar fari illa í mann að því maður er ekki með frí í landsleikjaglugganum svo kemur það næst á köllunum þannig að ég er að spila á sama tíma og fríið hjá stelpunum þannig að þetta fer ekki alveg nógu vel saman og þannig að ég var svona búinn að ákveða þegar sumar klára þessa leiki og ég var ákveðin í því að ég ætlaði að taka sigur hérna því miður náðist ekki en ég er svo stoltur af þessum leik hér í kvöld. Þú fylgist spenntur með því sem nýr landsliðsþjálfari gerir? Já, ég bara fylgist spenntur með stelpunum og ég er tilbúinn að halda áfram og aðstoða eins mikið og þarf og allt það sem að þarf og þannig að vonandi verði ég eitthvað viðloðandi bara á annan hátt þannig að ég held að við þurfum bara að byggja á þessu og stelpunum þurfum að vera duglegar á næstunni og æfa vel og bara byggja þessari framistöðu hér. Takk fyrir allt Ívar, gangið vel. Já, heldur betur tíðindi í viðtali kvöldsins, Ívar að hætta með liðið. Já, Guðbjörg, það er líka kannski beinast þegar ég spurði þig, hver er að fara að taka við? Já, þetta er góð spurning, bara frábær spurning. Nú er það okkar að setjast niður og fara yfir málin og skoða hver er næstu skrif verða. Við þurfum náttúrulega að þessari keppni lokið, þannig að við þurfum að huga næstu. Við byrjum, næsta í rauninni undankeppni er 2019, byrja í október næsta ári. Þannig að við þurfum að fara að huga að þessu, svo eru reynda smá þjóðleika líka næsta sumar í Svartfjallalandi, þannig að það eru næg verkefni. Þannig að nú þurfum við bara að setjast niður og svona velta fyrir okkur líka bara hvað viljum við, hvert viljum við fara. En við þurfum svolítið að setja smá púður í okkur. Við erum svona að vinna líka að svona kannski málum varðandi kvennaboltan. Við þurfum aðeins að setjast niður og fara í smá svona skoðun, hvað við ætlum að gera. Skulum heyra hvað Helena Sverrisdóttir hefur að segja við Hauk. Helena, ef við byrjum á leiknum sjálfum, 10 stiga tap, var þetta besta leikurinn ykkar í þessu undankeppni? Já, ég held það. 10 stiga tap, en við hittum líka ekki neitt fyrir utan og við höfum alltaf sagt við þurfum að setja skotin fyrir utan til að eiga séns á móti þessum liðum. En mér finnst þetta bara frábær barátta og eins og ég sagði, við vorum ekkert langt frá þér, nokkur skot til og frá. Og vítaskotin er ekki heldur að fara niður? Já, því miður. Ég klikkaði einhverjum 2 og fleiri voru að klikka. Það var 6 sem í fyrri hálfleik sem þetta er náttúrulega bara gefin stig, við verðum að klára það. En þegar maður lítur heilt yfir á leikinn þá bara mjög flott.
Það eru stór tíðindi, Ívar Ásgrímsson var að tilkynna okkur, hann var hættur eftir langa tíma með liðið. Hvernig leggjast þjálfarbreytingar í því? Bara, þú veist, Ívar búinn að standa sig vel og þú veist, bara allir góði tímar að koma að enda og bara fínt að hann stíði til hliðar núna og vonandi fá eitthvað flottan í starfi og bara, þú veist, þetta svona smá náttúrulega endastöð núna þegar þessi undankeppni er búin og svona framaldi. Við veitum kannski alveg hvað þessi smá þjóðleikur á næsta ári, þannig að gaman kannski bara að fá eitthvað nýtt og komið kannski bara tíma á það. Var þetta ekki dýrmætt undankeppni? Það eru nokkrir nýjir leikmenn að koma inn og svona reynsla sem safnaði saman? Jú, sjálfsögðu og eins og við erum búin að tala inn í seinustu 2 leikjum og skrítið að vera kannski ekki að keppa neitt, en ég meina við fáum bara nokkra leiki á ári og við erum alveg að njóta þess að spila og við sýna bara að við getum verið að standa í þessum þjóðum. Takk fyrir þetta. Já, Helena, virtist bara vera svolítið til í breytingar og nýja þjálfara. Já, það var bara, þetta náttúrulega búið að vera langur tími hjá honum, þú veist, þannig að það auðvitað alltaf hollt bara að fá eitthvað nýtt blóð og reyna nýja hluti, þannig að bara hún er að horfa jákvætt á það, þannig að það er bara flott, en bara Ívar er náttúrulega búin að vera bara flottur og búin að standa sig mjög vel og er búin að taka nýtt blóð líka inn í þetta, það er búin að yngjast svolítið liðið, þannig að bara frábært að heyra að hún er spennt fyrir framhaldinu. Hildur Björg Kjartansdóttir er klár í viðtali. Já, Hildur, þetta var svakalega samvinna milli þín og Helenu svona sérstaklega í fyrrihálfleiknum. Það gekk eiginlega flest upp í íslenska liðinu. Já, það gekk vel og við náðum að tengja okkur vel saman. Svo aftur einhvern veginn í fjóruleikludag fyrir smá kraftur úr þessu, ekki jafn mikið kannski og vanlega. Nei, nákvæmlega. Þær fóru líka að setja marga þrista sem var svolítið erfitt, en ég er samt ánægð með liðið, við héldum áfram allan tíman og kláruðum alveg til lokinn. Er ekki svona leiðileg tilfinning þó maður finnur svona kuldan í liðinu einhvern veginn fyrir utan þriggja, það er enginn sem heitir, þú og Embla voru einu sem skoruðu og þryggjastæðu hverju leiknum. Já, það er alltaf erfitt, en maður er bara að halda áfram að skjóta, næsta hlýtur að fara þetta. Þannig að, já. Hvað segir Ívar Ásgrímsson sem er núna að hætta? Herðu, bara búin að vera góð ár með honum og verður spennandi að sjá hvað tekur við. Hvenær tilkynnti hann ykkur leikmannu þetta? Bara, ég vissi af því núna í vikunni. Þannig að okkur langa að eiga góðan leik í kvöld, svona sem síðasta leikinn hans alltaf í bili, eins og við veitum. Það var ekki sigur en það var kannski besti leikur undankeppni hingað til? Já, alveg mun betra heldur en síðasta á laugardag. Þannig að við erum náttúrulega fúlar með tap en sáttar með hvernig við spilum. Gangi vel. Já, Hildur kemur hérna inn á einmitt akkurat þetta með að það var svo margt jákvætt í leiknum og það er eiginlega grátlegt að leikurinn hafi tapast, sérstaklega eftir þessa góðu byrjun, en þú myndist á að þetta er liðið sem er að fara á EM. Já, og ég held að við getum alveg labbað hérna út og verið stoltar að stelpunum okkar fyrir að hafa mætt inn í dag og sína bara úr hverjar eru gerðar. Og mér fannst bara margar vera flottar í dag, þær voru að spila bara með hausinn hátt og bara á sjálfstrausti í botni. Það sem ég hefði kannski viljað sjá Berglindi og Gunnhildi spila örlítið meira. Mér fannst Ívar fara svona djúpt á bekkin í seinni hálfleik, kannski hefði átt að minnka aðeins rótreyninguna og spila á færri leikmönnum. Talandi Berglindi, þá er hún akkurat komin til hugs. Ja, Berglind, með við afleita vítanýtingu og þryggjastænýtingu, þá var þetta hörkuleikur. Já, bara svolítið sorglegt hvað við hittum illa í dag, bæði á vítulínunni og sérstaklega fyrir utan þriggja. Þannig að 10 stig er náttúrulega ekki neitt með þessa skotnýtingu. Þannig að hefði verið ljúft að setja nokkru fleiri þriggjastiga skotunni og fá svolítið mómenti með okkur. En það bara gekk ekki upp í dag, þannig að það er bara að halda áfram. Hvað var það sem ykkur leið best með í þessum leik? Hvað var jákvæðast sem þið tækið út ef skotin voru ekki þetta? Ég held aðalega frá því í síðasta leik þá vorum við að fá boltan meira inn í, náðum að virkja Hildur Björgu betur í leiknum okkar í dag sem er mjög mikilvægt þar sem hún er bara einn af bestu leikmönnum okkar. Þannig að það er heilt yfir það sem ég fannst við gera betur í dag og líka bara við fannst meiri barátta og svolítið meiri gleði og stemming í hópnum. Þannig að enda ætluðum við að gefa allt í þetta er síðasta leikurinn þessari undankeppni þannig að við ætluðum okkur að ná sigri í dag en það bara gekk því miður ekki upp. Hvar voruð þið þegar Ívar tilkynnt ykkur ákvörðun sínu að hætta? Ég var ekki ennþá búin að heyra því þannig að ég bara veit ekki alveg. Já, Ívar semst að hætta sem landsliðsþjálfari. Ok, ég var ekki búin að frétta það. Þú sækir kannski bara starfið? Já, einmitt. Ég held að það séu ekki alveg klukkustundir í mínum sólarhring til þess. En það tekur þá bara einhver góð við og við höldum bara áfram að byggja á þetta. Góð frammistaða hjá okkur í dag og bara sorglegt að ná ekki sigri. En sama hver tekur við þá er þetta bara verðugt verkefni sem að
þú veist, ég tel að við getum átt fullt í þessi lið, þannig að það verður bara spennandi. Og svo sem tekur við, verðum með spennandi hóp í höndunum. Já, algjörlega, það er að koma mikið af sterku leikmönnum finnst mér svona allir frekar svona solid sem eru að koma og eru að standa sig vel í deildinni heima. Þannig að ég held að svo sem tekur við bara er með nokkuð gott bú og ég held að sé hægt að gera mjög gott lið úr þeim hóp sem er að spila á Íslandi í dag. Fara að tala við Ívar. Já, ég ger það. Takk. Berglind, nokkur orð svona smá ósagt við Ívar, en Berglind einmitt þarna talandi þetta, að sé koma nýr þjálfari, það eru unga stelpur að stíga upp, það er rosalega spennandi tíma framöndan hjá þessu landsliði. Já, algjörlega og ég held að sé hárrétt ákvörðun hjá Ívari, bara að einmitt, láta þetta bara gott núna, hann er búinn að eiga frábær ár og ég meina bara nýtt upphaf, þú veist, bara næstu verkefni, þú veist, það þarf bara, stundum þarf bara að gera breytingar og ég held einmitt, þú veist, þá kemur líka ný landsliðsþjálfari inn, stækkar mögulega hópinn, fleiri stelpur fá tækifæri, ég held að það sé bara ekkert nema gott. Hvar sjáu þið framtíðina, Guðbjörg, hjá íslenska kvennalandsliðinu í körfubolta? Hvað þurfum við líka að gera bara við öll hin til þess að bæta umgjörna? Hvað hefur langan tíma? Ég skal taka þetta alveg. Sko, það sem við þurfum náttúrulega að gera er að við þurfum, sko það er mikil endurnýjun núna, það er að koma og sem betur fyrir erum við samt sko bara svona gamalt og nýtt að blandast saman. Við þurfum svolítið að fara í pínu naflaskoðun á því hvernig við viljum hafa þetta. Við viljum að sjálfsögðu vegna þess að sko við viljum hafa bara jöfn tæki fyrir alla, fyrir bæði kallar og konur eins og hjá okkur í KKÍ og mér finnst bara svo mikilvægt að við áttum okkur á því og við leggjum okkur fram allar og það er kannski það sem að ég líka alltaf eins og bara ef við tökum daginn í dag, ég bara ef þú horfum í stúkuna þá var ég fyrir vonbrigðum hvað mætingin var slök. Ég svo ekki mjög marga leikmenn í kvennadeildunum hérna. Ég frétti líka af því að það eru æfingar á meðan að kvennaleikurinn er og meðan að við getum ekki gert þetta rétt, félögin, KKÍ náttúrulega, allir sem eru með þá erum við pínulítið á, þú veist, við erum í bakkir. Þú veist, við verðum að standa saman í þessu, við verðum að gera allar sem hluti á alvöru. Auðvitað eiga allir að vera hérna hjá okkur, það eiga allir að vera á þessum leik. Þú veist, það er bara frí á æfingu í dag og þú veist, það er bara mæting í höllina. Og sko, við stelpurnar þurfum svolítið að byrja heima líka. Þú veist, það er ekki bara alltaf hægt að benda það að sé alltaf einhverjum öðrum að kenna. Við þurfum að gera það okkur pínu brók líka sjálfar og ég sé það alveg fyrir mér á næstu árum að við erum að fara áfram í Evrópukeppni. Ég er ekki nokkur vafa með það. Spurningin er bara hvað við þurfum langan tíma. 2021 var alltaf svona í huga manns hérna, búin að vera svolítið gegnum árin. Ég held reyndar við séum aðeins og eftir áætlunum það. Þannig að við þurfum kannski að bæta aðeins við. En það er svo margt. Kannski því ég bara byrja aftur. Já, það er kannski spurning. Hvernig var það? Þetta var yfirlýsing, hún er að fara að taka fram skóna. Fullt af yfirlýsing í kvöld. Við verðum að fara að hætta þessu í kvöld. Já. Ég held að það sé einmitt bara gott að hætta þessu á þessari frábæru ræðu frá Guðbjörgu, Pálína og Guðbjörg. Kærar þakkir fyrir samfélgina í kvöld. Við fengum ekki sigur, vorum ótrúlega nálægt því. Við segjum svo lokið hjá okkur, verið sæl. Handbalta er svo lengi. Já.